Þessi þáttur í boði Pop Smells, nammi frá Nova Sirius, súkkulaði og pop, kemur í 2 bragðtegundum, velnett súkkulaði, piparduft, persónulega ég reyndast á piparduftunum, ég get endast á þessu og það skemmir ekki fyrir, þetta passar mjög vel með flottri bíómynd. Og ef þið hafa áhuga að hjálpa mér að stækka podcastið, þá með ég bara endilega fylgja mér á Instagram, YouTube, Facebook, bara öllum þessum miðlum og ekki gleyma, kaupa Pop Smell. Það var einmitt það skemmtilegt síðast þegar ég var þá var það til að tala Unbreakable og ég var líka að auglýsa mynd sem ég var að gera. Já. En síðan þá hún komin á netið og þú ert búin að sjá hana. Já. Og ég væri til að heyra blákalt mat. Sko, númer 1, ég óska til hamingju með þessa mynd. Já, takk fyrir það. Ég hef ekki gert svona mynd. Nei. Þannig mér finnst ekki að vera mitt að dæma, skilurðu. Ég skemmt mig konunglega. En ég væri alveg til að sjá þig gera mynd með betra hljóði, já, það var issue. Flottum kamerum, yes. Og líka eitthvað sem tengist kannski ekki annari mynd. Já. Skilur mig? Þetta var, sko, Vendarinn var bara byrjaði plain sem spin-off af Glass. Einmitt. Og síðan fættist þetta miklu meiri bara hvað ef við tökum visual language af Unbreakable og gerum okkar svona overrated mynd en með sama visual language og Unbreakable og síðan byrjaði að koma, hvað var náttúrulega tónlistina líka en þetta samt okkar karakterar og mér fannst það bara, ég veit ekki hvað var, mér fannst eitthvað svona spennandi, ég veit ekki af hverju mér fannst spennandi að reyna að replikata Shyamalan, en mér fannst það vera ákveðið challenge. En þá ertu bara að setja þig upp, sko, já. Þá ertu næst að setja myndina þína við hliðin á þeim. Já. Og það er trikk í samanbörðu, sko. Já, en þetta var mjög skemmtileg framleiðsla, eins mikið vesen og var hann nær lokin og það var mjög gaman að klippa hana, en vandamáli var hljóðið sem hefur verið vandi hjá mér yfir síðustu 2 myndir, hitt var að því hún var tekin upp á síma fyrir myndin, þannig að ef það kom smá vindur þá bara það er alveg máli, það skiptir svo miklu máli. En með Vendarann, sko, þá var myndavélin mikrofónin var á myndavélinni og stundum bara í miðri tökku eða milli taka, þá myndi hann einhvern veginn fara niður og út af hversu hratt við vorum að gera þetta, þá kannski gátum við ekki alltaf vera að checka á tökuna, því stundum var þetta bara hljóðabúið og perfekt allan daginn og við bara, ok, þetta komið, næsta, svo fer maður, skoðar og bara, að vantar hljóðið þarna og maður bara svona, fuck, við þurfum að gera þetta aftur. Og svo líka bara að edita myndina, þá þurftum maður að hækka í köflum hérna, en þetta má gera hérna því þá yfirgnæfir það næsta. En þetta var process sem ég er mjög stoltur af og ég horfi ennþá á slagsmálatriðin bara svona mér sjálfum til skemmtuna því mann kom að gaman að plana þau og taka þau upp og í rauninni eru þau bara highlight myndarinnar, ég veit að karakterinir hefðu kannski átt að vera það en mér fannst slagsmálatriðina því þau voru öll svona one takes og svona leika svona með klippinguna, sérstaklega síðasta slagsmálatriði sem er allt í einni tökku. Það sem ég fílaði mest við hana er, ég sá potential, skilur, auðvitað verði ég að taka það að hugsa út í það að þetta er náttúrulega bara, hvað heitir miklu peningi í það? Ég meina það fór ekki 10 milljónir í þetta, skilur. Nei, það fór, að ég segja þér sturlaða staðrönd og þetta er svo fyndið að því budgetin var næstu því 0 að því við fengum myndavélarnar frá skólanum og ég fekk leyfi frá þessum og þessum til að taka hana og ég átti stöffi sem notuðu prop og búningarnir voru föt frá þessum og þessum, eins og ég var búin að eiga Rexlana í alveg næstu því ár. Nei, ég var búin að eiga Rexlana í nokkra mánuði en ok, þegar vondikallinn tekur út þarna svörtu dolluna sína, þegar allir aðrir búin að vera með hvítar, það er budgetin, 1500 kall. Já, einmitt. Þannig ég verða að hugsa líka út í það. Ég get ekki dæmt myndina þína eins og ég dæmi Unbreakable. Skilur, það er ekki sanngjarnt. Ég sá potential í þessu og svo er ég búin að lesa líka að þú sendir mér handrit sem það er skrifað bara stuttum tíma. Tveim kvöldum, sem ég veist náttúrulega bara rugl. Já, eins og ég segi, ég er fljótur að skrifa en ég er lengi að byrja. Veit ég hvað handritið er? Þetta var það var handritið myndir Okkar nótt, það var skrifað með Áspinni, hann hjálpaði með söguna, svo eins og við gerum stundum, og síðan tek ég þetta bara svona stór orð. Og síðan segi ég, láttu mig bara vera í smá stund og ég gerir rest. Og það var bara eftir kvöldmat á föstudegi og eftir kvöldmat á laugardegi, svona 3-4 tímar
samtals 6-7 tímar sem fór í skriftinu og handritið var bara komið. Því mér fannst það skemmtilegt, ég kláraði mitt bara áðan. Ég var nú að vera búið með þetta og hitt Óla. Já. Og ég hefði gana í. Já. Og ég hló upp á nokkur svona. Já. Það er geggjað. Ég hreinskilinn. Auðvitað er þetta kannski ekki eitthvað brjálu saga. Nei. Þetta er kannski ekki beint hugsað þannig. En ég hugsaði með mér, ég til þessu Óla, með smá pening, góða græjur, fæ smá tíma, þá skulum við tala saman. Já, skilurðu. Þá finnst mér ég geta nú almennilega kannski sagt þér, hvað finnst mér þetta verk. Já. Að þú eyðir svo litlum pening í vendarann, þetta er líka svolítið metnaðfullt verkefni fyrir lokaverkefni í námi. Já, þetta var lengsta myndin sem skólinn hefur framleitt. Hún var alveg 41 mínúta eða eitthvað. Já, hún var rosaleg. Og ég var bara eitthvað, vá, því ég hef séð svona stuttmyndir og það er oftast kannski 10 mínútur. Já. Þannig að mér fannst það vera rosalega metnaðfullt. Það er spurning hvort þú hefði verið að hafa hana aðeins styttri. Sko, lítandi tilbaka þá sé ég hvað ég hef getað klift, sko, en það var bara í skriftferlinu sjálfu, þá bara sá ég að ég var ekki að fara að ná að gera allar þessar hugmyndir á 20 mínútum, sumar hugmyndir fóru, að því upprunalega var þetta bara karakterinn minn að reyna að finna lifin hjá honum Snorra, sá sem með síðahárið og taglið í köflótta vestinu. Það var concept footage og það er 5 mínútna langt, það er til á YouTube eða eitthvað. En svo ég fatt að mér fannst ekki það skemmtilegt að vera að gera bara það, en síðan þegar ég og bróðum minn tókum upp slagsmála konceptið, sem ég síðan bara notað sem footage í actual myndinni, þá fattaði ég, mér sagan hjá þessum stráki áhugaverður ef ég get blandað henn inn. Og þá lengdist þetta. En mér finnst ég bara sjá þegar ég horfði á þessa mynd, ég hugsaði mér, vá, djöfull langar Óla að gera feature length mynd. Mér finnst það bara skín í gegn. Það er svona eins og spenntur að sjá einhvern tíðin í framtíðinni, að ég er fullt að trúa þér, takk fyrir það. Að þú gerir einhverja mynd og þá ertu með flotta græjur, með gott ljóð, á pening. Ég er spennt fyrir því. Já, akkurat. Ég þarf að leyfa þér að lesa handritið sem ég skrifaði með Góða og Kristmann, það er Moonlight Manor, það er horror komedía og þetta er haunted house mynd, en draugurinn er fórnarlambið. Ok, það er svo skemmtilegt tvist. Þetta er ekki krakkar að koma í hús og það er draugurinn að hræða ykkur út. Þetta er draugur sem er að reyna að búa í húsi í friði og koma einhverju fucking krakkar að trufla hann og hann bara, ég vil fá þau út úr húsinu mínu. Er þetta enskmynd? Hún er skrifað ensku en ég á líka þýtt handrit. Þýttu þú sjálfur? Já, og það var ógeðslegt process af því þegar ég skrifa á ensku þá er náttúrulega orðaforðin öðruvísi og það er hellinga wordplay og síðan gefum við kannski eitthvað svona quippy dialogue á ensku og ég bara svona, hvernig þýði ég hennan brandara? Það er svona... Það kannski virkar ekkert á íslensku. Nei. Það er trikkið dót, sko. En hvað segir þú, Máni? Ert þú eitthvað að hjálpa um að skrifa eða gera eitthvað? Eins og ég sagði hann, hjálpa, mér finnst það mér mjög stórt orð. Ég og Óli, við komum okkur saman svona. Hvað höfum við áhuga á? Við höfum áhuga á Orson Welles. Við skulum gera mynd Orson Welles. Og hægt og rólega, þá þróar Óli svona konsepti svona, já, og hvað ef, við erum að reyna að koma honum inn í nútíma samfélag og svona hugmyndir. Já. Og meðan hann er að því, þá finnst mér ég verið að reyna að koma þess mörgum svona tippabröndurum inn í myndin og ég get. Lélum tippabröndunum eða góður? Já, það er ekki góður tippabrönd. Nei, jú, það var eitt sem var háklassa tippabröndari. Alveg örugglega ekki góður. Nei, manst ekki hérna skriflega á netinu, það var fyndið. Jú, það var eitthvað. Ok, og hvað sér, þú var komin í tippabröndurum og Óla skjótaði niður? Já, þar til að ég kom með nóg marga og viljum hættir. Ekki, sko, annarkvæmt skýt ég niður hugmynd hjá honum eða hann pressa mig nóg lengi þar til að ég þarf að finnpúsa þá svo að við getum báðið verið sáttir. Já, þannig að þú hugsa með þér, ok, ég skal halda þessu en ég þarf aðeins að fiffa hann til. Þetta er svona, ég skal taka inn þetta er svona Máni, ég skal taka hugmyndina þína en ég þarf að gera hana svona ólalegri. Ólalegri? En ég sá líka alveg þegar ég var að lesa handritið Okkar nótt. Já. Ég sá bara eitthvað, vá, djúvel sé ég, hann er Shane Black, maður. Djúvel, ég þakkaði fyrir það. Það er hrós. Já. Ég meina, ég sá það skein alveg í gegn og ég var bara eitthvað, þess vegna kannski líka hlóið nokkur svona. Já. Fast á nokkru fyndið. Þetta var líka, eins og ég sagði síðast þetta, ég hef aldrei átt erfitt með að skrifa dialog. Það er bara, það kemur til mín svona. Allt hitt er vesen. Já, en það sem ég er svo spenntur fyrir, eftir ég las dótið þitt, því mér stóður fýtt penni, sko. Takk hérlega fyrir það, þú hefur ekki hugmynd hversu mikið ég með þetta. Ok, það er ekki ekki. Ég hef heyrt þetta núna ég fengi þetta frá Mána, Ásbyrni, allt svona náni vinir og maður tekur alltaf inn, en þú veist, þeirra gæði eins og þú sem alveg veit alveg hvað hann er að segja bíómyndir og þú ert klárlega með alveg bara
solid ramma af sönnunum að þú veist hvað þetta tala um. Vonandi eitthvað smá. Þannig að þegar þú segir þetta, það er ég bara svona alveg, þetta er bara legit, þannig að ég þakka bara fyrir það. Já, ég sé bara fyrir mér, eins og sé, bara glæsta framtíð. Af því að þú hefur svo mikinn vilja og þú ert svo ákafur í að gera eitthvað og mér finnst það svo geggjað. Þú veist, ég fæ bara innblástur frá mönnum eins og þér. Já, ég er líka búin að fá að lesa stöf eftir þig. Það var alveg skemmtileg stöfana. Eina sem ég var að hugsa ég vonandi fæ ég að fínbúsa dialógi aðeins. Já, það er þín sérgrein. Já, ég finn bara svona, þú veist, þegar ég er að lesa, jafnvel að það er samræður eftir mig, ef ég finn fyrir svona högt, þetta er svona ósýnilegt högt sem ég finn þegar ég er að lesa dialóg. Ef ég finn mér svona, ef það er allt í svona punktur einhvers staðar í hausnum, þá bara svona, að fara Algjörlega. Ég hef til dæmis stundum ef ég er að skrifa samræðu og hún er kannski löng, þetta er eitthvað rifrildi milli karaktera, ef ég stoppa þá veit ég að flowið er gjörsamlega rangt og ég eyði allir í samræðan og byrja hana upp á nýtt. Já, þú meinar. Að því ég bara svona, það alveg, ég nenni ekki að stoppa og finna út hvar hún virkar ekki, í staðinn þá virkar hún bara öll ekki, að því það er eitthvað annað sem er að trufla. En það svo fyndið sko eins og minn styrkleiki, ef ég myndi líta á það sem ég hef skrifað, það sem ég veist mest skemmtilegt er að búa til atriði, sníða atriðin, structure atriðin sjálf. Dialóg er alveg svona minn veikleiki. Ég held að við þyrstum þá bara allir þrýr að setja saman og skrifa handrit, ég meina. Þá voru komin bara góða blöndu. Já, það var big concept og set pieces frá þér, við erum með dialógi frá mér og við erum með Hanna Hoppin, en hvað var myndið segja þetta? Já, Máni. Hann var með svona tippa fandara. Já, en hvað hann er BDSM-fíkir? Máni! Hætt að tróðu sinn, við ætlum ekki samþykja þetta. En hvað ætlum að tala um í dag? Við ætlum að tala um hrollvekjur. Hryllingsmyndu? Já, en áður við förum í það, svona áður ég gleymi því. Það er ég með svolítið handaður. Okay. Þetta var sem þetta því ég talaði um vendaran og ég talaði að vesenni var að third actið gjörsamlega breytist. Við erum að búið til glænýjar endir og með öðrum karakterum og allt það. Það er svona, núna fyrst ég er og þú ert búin að hrósa myndinu full vel og hrósa mér fyrir það og skriftinu minni. Það er ég hérna með first draftið af vendaranum. Og má ég eiga þetta? Þú mátt eiga þetta, þetta er kopíið þitt. Þetta er geggjað maður. Þetta er upprónlega 39 blaðsíðna first draftið með upprónlega endurinnum og ég hata að við gátum ekki tekið upp upprónlega endurinn af því það var það sem ég hlakkaði mest til að taka upp. Það er sem sagt það eru löggur og allt í þessu og fangelsisatriði og Nei. Já, og síðan hérna í já, ég kannski spólaði ekki fyrir þér en ég ætla að lesa þetta ekki með. En upprónlega endurinn er við erum með smá anda af honum í lokin. Þetta endaði alltaf á að hann lappar hérna niður á bryggju. En hvernig hann kemur sér í það er öðruvísi handritinu og ég var svo spenntur að taka það upp, en svo gátum við það ekki. Okay. En þegar ég sagði félagið mínum, þegar hann var að spyrja hvernig myndi var og hann var að lerta með hugmynd fyrir endir og ég sagði hann um þetta, hann bara, fuck, ég hef gæsað. Það var bara... Ok, ég er bara spenntur. Þannig að þú takk kærlega. Minnstamál, þetta er bara ég fengi eina gjöf áður þess að þætti, þá var teiknari sem teiknaði mynda mér í svona ofuritsbók. Mér þótti bara rosalega væntu þannig að bara takk kærlega fyrir þetta. Bara minnstamál. Og ég er bara svo spenntur að sjá hvað gerir næst. Já. Alveg sem hvað það verður, þá er ég spenntur fyrir því. Já, ég er líka spenntur fyrir því. Ég veit ekki hvað það er ennþá. Nei. En hvað myndið langa að gera? Hvað er svona draumurinn? Það er bara gera hryllingsmyndir, taka kannski svona gömul koncept og setja nýtt spinn á þau, svona eins og sumir, það er alveg ástæðan okkur svona nýjustu hryllingsmyndir er að virka, það er að vera að taka koncept sem við þekkjum og setja eitthvað nýtt á og líka bara gera meira experimental hluti, gera svona hluti kannski, ef ég þyrfti að gera myndir hérna á Íslandi, segjum alltaf, þá myndi ég alltaf vilja gera eitthvað experimental, bara segja nei við status quo-unu, ég ætla ekki að gera dröggmynd, ég ætla ekki að gera afskettan sveitabæ, ég ætla að gera mynd sem fólk segir, þetta geti aldrei gerst á Íslandi. Það er því, þetta er bíómynd, fattar þú? Bíómyndir er ekki raunverulegar? Nei, því ég skrifaði einu svona handrit sem ég varst frekar skemmtilegt og ég sendi félaga mig það sem ég treystir svona annan. Þetta var solid handrit en þetta geti enga veginn gerst inn á Íslandi og ég bara, þetta er bíómynd maður, ég held að við erum búin að læsa okkur inn í þjóðernið of mikið hvað við megum gera og ég vil vera gæinn sem sagði nei. Ég til dæmis fekk mann til míns, strák, hann hafði farið í kvikmyndaskólann, hann gerði svona stöpnum þar, heitir Arnar. Og hann talaði um það að kannski mörg af þessum verkum sem voru gerð svona í skólanum er rosalega mikið svolítið sem hefur verið gert. Að eins og þú segir, við erum kannski einu svolítið föst í einhver svona boxi, við verðum bara að gera drammyndir, við verðum bara að gera grín,
hann sé ekki þar á milli. En ég spurði Baldwin Seta, ég veit hvort þú sást hann þá, ég mælum þú tjekkir á hann. Ég horfði á þáttinn. Já, af því að áhverst að heyra hans lið, því hann vinnur í þessum bransa og er búin að gera flotta myndir. Og ég spurði hann út í bara svona genre myndir, af hverju eru ekki að gera þetta? Og hann vil meina það, þetta sé svona trikk í skrif. Hvað finnst þér það, eða ykkur? Bara Trikk í skrif. Já. Bara að koma þessu á pappír. Það erfiðar að skrifa góða hryllismynd, vildi hann svona meina, ég vil ekki leggja hann morðið mun, heldur en kannski grín eða drama. Þannig að er engin jafn sterkur svona grunnur fyrir fólk hefur fyrir að skrifa kannski hryllismyndir og þið hafa með grínmyndir. Já, Íslandi. Já, þú sérð hvað, ég veit nú ekki alveg hvort að þessi stjættafélög í þessu, ég býst ekki við því, en fólki sem skrifa grín þættina er örugglega mikið til fólki sem skrifa grín myndirnar. Þannig að þú færð að fá svolítið tennur í því, saman með spennu þætti, frekar en að fá að gera hryllingsþætti sem er kannski aðeins erfiðar að gera, og þá höfum við ekki ekki viðmið eða... Nei, já, og svona það er engin institutional svona structure í kringum hvernig á að framleiða hryllingsmyndir. Þannig að það er kannski ennþá að finna það út hér. Góð punktur. Ég held líka bara að áhættan spili frekar stóran þátt að því er í rauninni eitthvað verra en léleg hryllingsmynd. Það eru heldur marga til. Já, ég veit það, en þú veist eins og þetta er svona eins og tvær verstu tegundir af bíómyndum eru ófyndin grínmynd og leiðinleg hryllingsmynd. en ég held að Baldvin var að tala það, það er svo mikið að lélegum hryllingsmyndu. Það er erfitt að gera rosalega góða hryllingsmynd. Já, af því ég og Máni höfum alltaf bara deep diveað inn í hvað actually gerir góða hryllingsmyndur og við töluðum líka aðeins það eftir. Já, og við rættum það einmitt líka bara í síðast ætti, það er að finna hvaðan í stuttumáli þá er þetta, það er svo auðvelt að sýna eitthvað sem á að vera skeri, en þetta er ekki hvernig, þetta er af hverju. Bara, það er ástæðan, af hverju er hryllingurinn, ekki hvað er hann. Skilur þú? Ertu með eitthvað svona dæmi í huga? Dettur í huga? Við erum með dæmi af myndina sem við náttúrulega horfa í gær. Viljum við tala um það núna? Bara Gonjiam? Nei, seinni. Já, seinni. Já, hendi mér núna. Hún var einmitt í 90s pólunniðinu. Það var að fólk valdi Bram Stokers Dracula yfir Ed Wood. En ég myndi alltaf kalla hana hryllismynd. Hún klárlega á að vera það. Mér finnst það vera meira bara svona eitthvað drama, svona romantísk, svona spennu, gothic eitthvað. En málið er samt, bókin er upplunar hryllingsbók og hann hérna Lee Vanell, þegar hann gerði Invisible Man, þá útskýrði hann að þegar hann spurður, ég veit ekki hvort samengið var í, var það ekki í kringum Universal Monster myndirnar? Hann var spurður í Universal Monster myndirnar og af hverju hann valdi þetta approach á The Invisible Man að hver var áskorunin á því að gera Invisible Man og hvað lét hann vilja taka það að sér. Og pointið hans var, Invisible Man er ekki, þetta er ekki hræðileg hugmynd, svona scary hugmynd, af því að hann er ósynlegur og hann getur stungið, þetta er ókveikjandi hugmynd út af sálfræðin í kringum þetta, hvernig það er að halda þessi maður á eftir og svona. Og þú sér það alveg með Dracula, vampýrur eru ekki ókveikjandi af því að þeir koma á nóttin og býta þig. Hugmyndin er í upprunalega bókinni, þetta fer inn í sjúkdóma, þetta fer inn í mikið af kynnsjúkdómum í kringum holdið og blóðið og allt svoleiðis. Þú ert með mikið af skordýrum sem fólk er að éta þarna og rottur, það er ástæðan fyrir að hann breytir sér í til dæmis dýr myrkursins, mikið til svona sníkjudýr. Og hugmyndin á bakvið vampýruna var að þú ert með svona Victorian samfélag, það sem það mátti ekki sjá ökla einu sinni. En þú ert þá með þennan rosalega vilja til þess að fá meiri svona smá snertingu, svona meiri kynlíf inn í samfélagið, en á sama tíma þá kemur það með skugganum af öllum þessum sjúkdómum. Og þar var upprunalegi óttinn við vampýruna. En þú sér, það er ekki vampýruna eins og við þekkjum hann í dag. Góða punktur. Það er vampýruna eins og þegar Bram Stokers skrifaði hana. En ef þú gerir vampýrumynd í dag, þá er þetta meira bara, ok, hvers konar myrkur kastali býr hann í? Ok, breytist hann í leðurblöku? Ok, check. Frekar hann að spyrja af hverju breytist hann í leðurblöku? Af hverju blóðið? Geggjum pæling. Þetta er svona ástæðan af hverju Christopher Lee, Guð blessa hann var góður Dracula, en myndirnar hans voru bara, það er gjörsamlega mistu punktina því þessar Hammer-myndir, það gerði það sama New Line Cinema og svona, þær tóku þessi koncept og sögðu hversu mikið fólk getur við drepið. Í staðan fyrir að fókusa á af hverju er það skeri að fólkið er að deyja. Af því að þú horfir á Christopher Lee Dracula mynda, það eru 7 talsins.
Og vá, hann gerði svo margar. Þær eru endalausar. og málið maður man ekki eftir í framhaldsmyndarum að þeir koma annað fram Christopher Lee sem Dracula og svo hérna Dr. Van Helsing og Jonathan Harker og allir þeir. Þú manstu þessum karakterum að því þú skilur hvað Dracula þú veist gömlu Dracula myndar. Framhaldsmyndar, ég gæti ekki nefnt, einn karakter. Það bara... Ég hef ekki síðan sem myndir. Nei, þeir eru bara til að deyja og hann lifnar við, hann deyr í hver einustu mynd eins og Freddy Krueger og hann kemur alltaf tilbaka og stundum það bara því þú veist, ég að heimsækja Kastala Dracula, nei, ég skar mig á puttunum og blóðið lekur í gegn og hittir á gröfin hans, ég er komin aftur og maður bara svona Það hljómar sem einhver svona slasher-serja Já, og það sem Hammer var finnst þið samt ekki magna að fucking Hammer gerði hérna Woman in Black, það var þeirra return to form það svo gott Er það sama saga og Daniel Radcliffe gerði hana setna? Var það ekki eitthvað Woman in Black? Jú, það Hammer það var 60s og 70s hrollveiki fyrir þeir ekki, svo hættu þeir bara og síðan framleittu þeir Woman in Black frá 2012 það var bara þeirra return to glory, sko Með Radcliffe? Já Framleitu þeir hann? Ég veist það ekki. Já, nei, það svona, við tókum ekki eftir að við tókum deep dive á Hammer myndunum og síðan horfðum við á Woman in Black og þá bara, þetta blóðröða logo bara, Hammer, og við bara svona, holy fuck! Vá, ég man ekki svona eftir í. Nei, en sko, það sem Hammer voru bestir í, voru settin. Settin voru alltaf bara drop dead gorgeous. Þess vegna Woman in Black, eins mikið jumpscare festival og hann settin í henni eru rosa. Þú veist hann upprunalega? Nei, það bara til einu. Það til sjónvarsmynd frá 72 held ég og svo 2012 með Daniel Radcliffe. Þú ert að tala um hana? Já, og þú sé hana, það ekki? Ég sé hana, já. Settin í þessari mynd eru fáránleg. Hún virka svolítið flott, en ég var ekkert svaklega hrifin. Nei, sko, ég rosalega hrifin af þeirri mynd, en ekki af því mér finnst hún góð. Mér sagan geggjuð og það sömu atriði sem bara taktu út helvítis hann að doing hljóðið sem kemur með öllum jumpscarum og þú ert legit með eitthvað sko terrifying. Eins og konan í glugganum, hann heldur hann sjá endurspegluna einhverju, hann sér endurspegluna sjálfum sér, kemur svona við hann og svo breytist þetta í konu og hún gargar á hann. Slepptu því. Þá þetta miklu meira creepy að það kemur bara hendi á gluggan hjá honum. Og já, fórir of langt og hún kemur eitthvað öskandi. Já, hún bara gargar á honum og það bara svona, þið voru með eitthvað svo gott. Og líka solid handritsöfundur, hún hérna Jane Goldman skrifaði hana og hún svo skrifar alla myndirnar hans Matthew Vaughn. Þannig að þú ert með alveg solid, ég held nefnilega, ég hef lesið handritið, það til á netinu, handritið geggjað, af því það er ekki sagt jumpscares, eða það er ekki sagt bara hún kemur og gargar, fattaru. Þetta bara, en ég held að séu þetta, þegar það að gera svona hryllingsmynda remakes, það heldur bara að fengi einhver að gæja til að leikstýra þeim. Og ég þoli það ekki, af því líkt á Woman in Black frá 2012, þetta kannski ekki beint endurgerð, þetta bara svona retelling af bók. Þess vegna finnst mér eins og skrýtar að fólk sér endurgerð af mynd sem byggð á bók. Mér finnst það ekki virka. Þetta eins og True Grit. Já, True Grit. Þetta bara svona, nei, þetta ekki remake af myndinni, þetta bara, fólk að adapta bókina. Á öðru í sig hátt. Já, en segjum eins og þegar þau endurgerði hérna Nightmare on Elm Street frá 2011. Hræðileg. Á vissan hátt. Hvað er það skemmtileg? Mér finnst það bara svo leiðileg. Skulum fara út eða þegar ég búið með búndum. Sorry. En hérna, sem sagt, þegar þið voru að endurgera hana, þetta 2011, þegar James Wan var að rísa sem bara nýjasta nafni í Hrollvik, af hverju ekki að fá hann til að leikstýra? Af hverju ekki að fá einhvern sem þekktur Hrollvíkjuleikstjóri þá, í staðin fyrir að fá bara, hei, þessi gæði leikstýrði Cool Music Video, fáum hann til að stjórna Freddy Krueger. Hví? Hann ekki með... Býtu, byrjaði David Fincher ekki að gera tónlistarmyndbönd? Jú, en hann the exception to the rule. Ja, okay. Nei, þetta svona, ég skil ekki hvaðan þeir voru að koma því þetta var 0 gaur, fattaru. Það ekki aðeins, og Russell Mulcahy var music video director, hann leikstýrði Highlander. Mér það er til flottir tónlist en Anton Fuqua á tónlistarmyndböndum. Michael Bay líka, ekki? Já, jú, en ég að tala ég held að þetta sé aðalega varandi hrollveikjur, að mér finnst þess að þau þurfa að hafa rosalega ákveði grip á efninu, að því Fincher og allir þessir, þeir geta tekið góð handrit og elevita þau, en mér finnst eins og þeir eru með hrollveikjur, sérstaklega eitthvað eins iconic og Freddy Krueger og Nightmare on Elm Street, þá ættir ekki að endurgera fyrstu myndina, þetta ætti að vera endurgerð augljóslega, en gerði eitthvað nýtt, þú veist, fyndi einhvern sem vill segja þessa sögu, eins og það leikstjóri, besti hrollveikjuleikstjóri vinnandi í dag, Mike Flanagan. Finnst hann bestur? Já, með Barnon. En hérna, hann sagði í podcasti, honum langar að gera Elm Street mynd, og ég bara, fuck já, please, leifu hana. Það verið aðeins að spyrja snögt út í þættina sem gerði. Fannst þetta Bly Manor skemmtilegt?
Finnst hann að gera scary dót? Já, mér finnst hann hitta alla réttu takkana, en hérna Hver besta myndin hans? Besta myndin hans sko Dr. Sleep. Ég var næstuði búin að segja það, það uppáhaldsmyndin minn eftir hann, en ég myndi samt segja Gerald's Game. Gerald's Game, hún svo emotionally powerful, hún bara ég sé hvaðan fólk kemur að finnast hún ekki góð, en hún bara náði eitthvað svo til mín, mér fannst hún svo rosalega óþægileg. Gerald's Game ekki þegar hún læst í rúminu? Jú, með okay. Batman. Það fer aftur það fer aftur í þess að við erum að tala Dracula. Ógnin ekki þú ert í rúminu og oh my god, það myrkur og það ekki getur bröður. Nei, þetta þú ert í rúminu þarna og hvað ert að fara að gera næst? Ógnin ekki saman með þína Woman in Black. Þetta ekki hún, af því það draugur í húsinu sem getur komið að bregða þér. Það finnst það engum skeri. Það eitthvað annað sem stendur, sem á bakvið þetta, sem raunverulega ógnin. Þið ferðu djúpt í það. Já, það var það sem ég var að segja hann. Þetta ekki hvað, þetta þú veist, af hverju. Þetta af hverju hrollvekjan hann. Hvaðan kemur hún. En af hverju Mike Flanagan svona góður? Mér finnst hann einhvern veginn á að gera sannasta form af hrollvekja, því að hann tekur þetta virkar svo rosalega vel sem drama, jafnvel að þú tekur hrollvekjana frá. Ef það ert ekki hræddur, þá ertu samt, þetta tekur svo til tilfinningarna sem þú ert að líða. Það svona, veist, eins og ef þú horfir á hryllingsmynd sem gerist, sem þarf að kötta á milli tíma, eins og Haunting of Hill House maður ætti ekki að vera hræddur í flashbackunum af því við vitum að þau komast út úr húsum, við vitum að þau lifa af. En samt maður ógeðslega taugastyrkur fyrir þessa karaktera vitandi að þau lifa af, en punkturinn á þessum atriðum að sýna okkur af hverju þau eru svona í dag, 25 ára seinna, og þaðan kemur hrollvekjan. Við erum að sjá hvað það sem skemmti þau og hvaðan þetta kemur bara frá rótunum frá þeim. Og þess vegna bara, ég endurhorfi reglulega á Hill House bara svona til að bara svona, af hverju, þú veist, hvernig þetta hægt? Hvernig þetta að finna þetta balans? Mér fannst þið fara svolítið downhill eftir, það eitt þáttur, ég held sem 3 eða 4, þegar maður fara að sjá hérna konu sem droppar alltaf. Þáttur 5. Það þáttur 5? Já, það The Bent Neck Lady. Já, mér finnst það besti þátturinn í seríunni. Já, mér finnst það næst bestur. Það er næst bestur. Varst þú að fíla hana sem setti svo leikrit leiku hana One Take inn á... Já, en það var ekki út af One Take. Ég ekki sökkur fyrir One Take konceptið eins og ég hataði 1917. Við gáðumst upp á henni. Já, við gáðumst upp á henni. En mér finnst það ekki góð. Two Storms fannst mér svo rosalegur ekki út af hrollvekjuna. Það kom allt frá að þetta fyrsta sinn sem þessi fjölskylda í alvörunni saman og þetta bara svo mikið katharsis frá þeim öllum, bara þau eru öll loksins að sleppa út öllu sem þeir búin að safna upp í þessi 10 ár og 20 ár og í bakgrunnum þú veist, bara, þið eru þarna til að syrgja dauðamannesku, nenniði plís að hætta að rífast. Hvað þú sá þáttur? Hann beint eftir Bent Neck Lady. Já, ok, það næsti þáttur. Já, en þú varst að tala Bent Neck Lady. Já, mér fannst það náttúrulega, ég bara, úff, en ég þoldi ekki endan á þessu. Mér finnst það einhver sábópur endir hérna á seríunni. Já, það Flanagan hefur talað það að punkturinn á þáttunum að þetta hópur af fólki að grátbiðja von, bara hóp. Þau eru að reyna að halda í eitthvað gott getur loksins komið fyrir þau. Hafa nefnilega næstu búin að gera þetta downer fucking ending. Sami endir, nema þeir eru öll að blása þarna kertið á kukunni, þá sjáum við gluggan í bakgrunnum að þau komast aldrei út úr húsinu. Úf, ég hefur til það. Hann var næstu búin að, en hann bara, ég get ekki gert þessu fólki þetta, það búið að upplifa, no. Stundum verður líka handriðsöndar, bara eitthvað svona, ég finn aðeins svo mikið til með þessu kartir, ég get ekki láta að fara í gegnum þetta. Já, en það að því hann vill finna vonuna, það einmitt ástæðan okkur ég virða hann svo mikið sem svona rillingsmyndamaður, að hann sér þetta miklu meira sem bara svona fólk og vill leyfa þeim að halda í vonuna, því það sem við erum búin að vera að gera í alveg 10 þætti, bara please, megum við fá eitthvað jákvætt. Já, mér finnst hann alveg, mér finnst hann áhugaverður, af því mér varst Dr. Sleep, ég nefnilega, mér varst Oculus ekkert svakalega skemmtileg. Ekki? Nei, ég hef ekki fílað hann gæja. Af því mér persónulega, mér finnst hann aldrei að geta þetta skeri. Ok. Og ef þú ert hryllismyndarleikstjóri, þetta er mitt mat, þetta er bara svo að þú ert grínleikstjóri og gera aldrei einn fyndið. Fatti, og þetta virka ekki fyrir mig, ég var aldrei hræddur, mér finnst ég aldrei nógu spenntur, en svo þannig að gera Dr. Sleep. Já. Og mér finnst bíóútgáfan betur en lengri útgáfan. Fannst þið það? Já, mér finnst það. Mér finnst hann ekki réttlega en hann auka hálftíma. Já, ég held að ég horfi meira á direktorskottið en það er bara svo ég fá meira af efninu, fattaru. Svona eins og sumir
horfa á lengri útgáðunar á Lord of the Rings bara til að fá aðeins meira. En eins og með Dr. Sleep, ég var bara eitthvað, wow, mér fannst það bara solid mynd. Ég var ekkert svakalega hræddur, en mér fannst hún helviti góð. Hún rosaleg. Ef ekki fyrir Knives Out, það var nörglegur uppáhaldsmyndi mín 2019. Já, Knives Out var heldur góð. Segðu mig, núna horfði ég aldrei á myndina, en ég las bókina. Í bókinni, þá endar það þannig að litla stelpan og Ewan McGregor, sem heitir Danny í bókinni. Bókinni endar á þau komast að því að ég held að mamma stelpunar sé hálfsystir hans Dannys. Það er ekkert í að því held ég í Það er ekki myndin. Nei, ok. Því að málið með bókina var að þessi skyggni sem við höfðu, The Shining, eins og ég túlkaði allan, var að þetta eitthvað í blóðinu og þetta alveg eins og alkohólismin og þetta eitthvað sem að fólk mun, þetta á eftir að hafa slæm áhrif á lífiðinu, alveg eins og alkohólismin, en þú verður að lifa almennilegu lífi í kringum þetta. Ef að hún var ekki frænkans í myndinni, hvað var þá pointið með myndinni? Ímyndaður The Force eða X-Men. Já, meinar það pointið með þessum hæfileika? Nei, já, bara svona, hvað þá þemað í endanum? Þeman sem sagt, alkohólismin spilar stóran part og þetta Þetta sem sagt sama, bara... Þetta að sigrast á sínum eigin djöflum. Já, þetta basically það, því að hann ennþá að tækla það sem gerist fyrir hann í Shining upprunamyndinni. En hann hefur aldrei komist yfir það. Þannig þetta ennþá bara svona fjölskyldu gena tráman, en hann bara... Ímyndi segja það. En þetta líka því Mike Flanagan fekk ekki auðvelt jobb. Hann þarf að gera adaptation af bók sem framhald af bók sem Stephen King skrifaði, en hún þarf líka að ná að vera framhald af fucking Stanley Kubrick bíómynd. Sem Stephen King hatar og þarf að blanda báðum heimum. Ég bara svona ég svitna við tilhugsununa. Ég væri bara, ég get þetta ekki. Þess svona, ég hélt fyrst bara þegar ég las að hann ætlaði að fara að gera þessu mynd og svo trailinu og svona, ég var bara ok, þú veist, gangi vel. Já, akkurat. En ég er búin að sjá hana tvisvar. Ég horfði fyrst á bíóutgáfuna og svo horfði ég á Director's Cut og mér finnst líka Rebecca Ferguson rosalega skemmtileg í þessari mynd. Já, hún ein skemmtilegasta leikkona vinnandi í dag. Já, og mér finnst þetta, fyrir mig, þetta mitt uppáhalds Rebecca Ferguson. Já, klárlega. Það var geðveikur karakter og Ewan McGregor finnst mér alltaf skemmtilegur. Hann náttúrulega heimsins fallegasti maður. Það bara... Já, þú meina það? Já, það bara, til myndarlegri maður. Já, náttúrulega Sean Connery dáinn, þannig að... Sean Connery upp á sitt besta. Paul Newman upp á sitt besta. Sean Connery elsti maður ever til að vinna Sexiest Man Alive og hann vann það árið 1989 þegar hann var 59 ára gamall. Sama ár og Harrison Ford var í Last Crusade þegar Harrison Ford lítur best út. Gera það betur. Hann vann það Connery? Valin Sexiest Man Alive, 59 ára gamall. En mér langar að spyrja ykkur, eru þið búin að vera saman og horfa alls konar hryllismyndir? Og eru þið bara svolítið mikið að stúdira það hljómar svolítið þannig? Já. Og er það að taka ykkur áratugi, er það að taka ykkur sérstaklega genre af hryllismyndum? Ég held við förum bara inn í svona, við finnum bara sérstaklega tón eins og það var bara tímið þegar við horfðum á Hammer-myndir. Frankenstein's Created Woman. Allar, þú veist, alveg nógu mikið af þeim, bara þar til að svona, ok, herru, þetta komið gott. Ég líka gleymi ekki þegar við vorum að horfa á Frankenstein's Created Woman og þú getur séð momentið þar sem Peter Cushing gefst upp. Sem leikar þá? Já, hann fattar í hvað mynd hann í. Þú veist, hann hann að hlusta á mótleikara sinn sem heimsins versti leikari. Hans? Já, Hans. Og Cushing og þegar gæinn klárar línunum sinna þá gerir Cushing þetta. Hann svona fattar, oh my god. Kemur með eitthvað svona svip. Já, hann fattar í hvað mynd hann í. En nú hef ég ekki séð þessa mynd. Ég hef ekki sveipt mig mikið inn í Hammer-myndir. Finnst ykkur ég að gera það? Ég myndi mæla með þessari, Frankenstein's Created Woman, að því að hún Þess að hlæja henni? Hún alltaf versta við Hammer-myndir á sterum. Já. Og þú fær líka Peter Cushing. Það var Cushing og hver annar var það? Það var ekki Christopher Lee, það var ekki Vincent Price. Hver var þetta? Þetta var Lon Chaney Jr. Var það? Restin af þættunum fyrir þetta núna. Karloff? Nei, við skulum ekki pæla mikið. Skiptir ekki þetta máli. En ok, þannig að þið að taka kannski eitthvað ákveðna típamyndum, horfa á nokkar þannig, og hafið þið síðan tekið slasser, hafið þið síðan tekið drauga, hafið þið síðan tekið djöfla, hafið þið tekið, fattið, takið eitthvað górmyndir, eða
Hvað er það að pæla? Bara, eins og ég segi, við förum í Hammer, svona, ok, Hammer hérna, komið fínt. Förum í Slasher, horfum á nokkra Slasher myndir, þar til að við erum svona, komið gott. Níla, erum við búin að vera mikið í asískum hreytismyndum. Ég er eiginlega að fá Ég held að sá kafli sé búinn. Hvað takið þú veist cirka marga, eins og með asímyndar, tókuð þið 5, tókuð þið 10? Ég held við tókum 5 eða 6 asískar svona söðu kóreaskar, en við bara einhvern veginn báðir vitum samtímis hvenær við eigum að hætta, af því við loksins sjáum hvað þetta virkar ekki og þá eru við löngu búinir að sjá hvað virkar og þá þurfum við þetta ekki lengur. En er þið bara að hugsa svona aðalega sem eitthvað svona rannsóknar efni eða? Nei. Þið hafið gaman að þessu? Já, þetta er klárlega bara því við elskum að finna góða hryllingsmynd og við erum alltaf að sjá bara svona, ok, þetta virkaði ekki, hvar virkar þetta líka og þú veist, alls konar þannig. En eins og með slashermyndir, hvað voru að taka þar? Er það að taka kannski eina Nightmare on Elm Street, eina Halloween, eina, fattið þið? Það er bara misjant. Held við tókum einhvern tíma slasher-tímabili? Já, en það var stutt. Það var mjög stutt, það gæti bara verið sko ein Elm Street, ein Friday og Saw. Já, það er ekki okkar thing. Er það að því að það eru svo mikla formúlumyndir? Gæti, sko, hérna, aftur í af hverju maður er hræddur. Freddy Krueger er ekki áhugavert koncept af því að hann er með hellinga, af því að hann fyrir á hjólabrettu og hann kvikvar og gerir brandara. Hann er áhugavert koncept af því að hvernig ætlar að lifa áfram ef þú getur ekki farið að sofa, þú ert ekki öruggur í draumunum. Hann er að reyna að taka það af þér. En hversu margar Freddy Krueger myndir eru það og hversu margar þeirra eru að hann er bara einhver teiknimyndafígura. Ég er svo mikill Krueger maður, sko. Já, þú veist, Krueger er svo skemmtilegu karakter, en hann á ekki að vera skemmtilegi karakterinn í myndinni. I'll get you next time, my pretty! Þetta var svona mikill svona, hann var alltaf mikill fígura. Caricature. Sem er fínt á sinn hátt, ég meina það er fólk sem hefur gaman af því, en við erum mikið meira fyrir hrollvekjuna. Þannig að þess vegna, eins og ég segi, við horfum á fyrstu Saw-myndina. Við þurfum ekki að horfa. Mér finnst það sann sko, við finnum með Saw-myndar, þess að ég horfði bláðar allar núna daginn með kærustunni. Þetta eru fucking 8 myndir eða eitthvað. Það sem ég fíla við þar, þetta er ekkert vandaðar myndir. Nei. En það sem ég var alltaf svo gaman, hafið þið séð þar allar að það? Já. Ég hef ekki séð hérna nýjastu Jigsaw. Ok, þú er búin að sjá allavega flesta. Já. Það sem ég fannst alltaf svo gaman er bara, ok, hvernig ætla handisöðunir að gera næstu mynd? Hvernig ætla það að tengja, þeir ná að búa til svona nokkuð cohesive sögu yfir þetta myndar, sem ég var svo áhugavert. Þeir settu upp hérna að Gordon væri loka Jigsaw í Saw 2 þegar hann haldraði læknirinn. Já, alls konar svona, einhverju punktar sem þeir geta farið síðan, eða ef þú eru ekki búin að plana þetta, þá náðu þess að fara eitthvað, herru, sjá eitthvað moment í þessari mynd, bara hefur notum þetta. Mér finnst það gaman. Saw 7 átti uppræðan að vera 2-parter. Aha. Já, hún átti að enda eins og hún gerir og mynd nummer 2 átti að vera Dr. Gordon. Hann er eins og aðalgæinn. Já. Og hvað, Cary Elwes bara, nei. Cary Elwes var búinn að gera samning, hann var búinn að fá borgað, en það var bara, þau vildu bara þetta og svo græddi hún ekki nógu mikið pening, þannig að þau sögðu bara, fuck it. En það er líka lélegasta myndin. Saw 7? Já. Hún er samt æðislegust. Finnst þið það? Já, af því hún er svo slæm! Já, mér finnst nefnilega eins og 1, 2 og 3 ágætis myndir. Solid 3-leikur bara. Já, komið, fínar. Segjum þetta gott. Svona 4 og 5, ok, bull, en ég er svona skemmti mér alveg. Svo þú konið 6, þetta aðeins var að vera heldur þund, svo það eru 7, mér finnst bara lítið að leikinn maður. Það er með ógeðslega áhugaverð saga handritin á fyrstu 3 myndunum. Við vitum alltaf hvaðan fyrsta myndin kemur. Það er bara Lee Whannell, minn maður, og James Wan. Þeir skrifaði þessa myndir svona og mynd nummer 2 var grínlaust handritað annarri bíómynd. Breytturinn í Saw-mynd. Svona semi. Það var gæði sem heitir Darren Lynn Bousman. Hann leikstýrði mynd 2, 3 og 4. Og hann gerir Spiral sem kemur núna. Já, það var hann var að reyna að koma sér áfram sem leikstjóri og hann bara gjörsamlega svona, ég elska söguna hvernig hann fekk að verða leikstjóri af því hann sagði bara fuck it og byrjaði, hann var að vinna í einhver svona fyrirtæki og það að gera music video fyrir eitthvað band og það var engin laus og hann bara stóð upp í einhverjum random fundu bara ég skal gera það og gerði það bara fyrir 0 sko. Respect. Og þá var hann alltaf byrjað að gera fleiri music video og síðan var hann með handrið sem hétt The Desperates og hann var að reyna að koma því áfram síðan kom hérna þeir sem voru að framlega svo og þeir svona, við erum að pæla að gera aðra sómynda því þessa var allir náttúrulega smass hit og hann var að reyna að koma henni til fyrirtækisins og svo var farin út
og hann segir, þetta gæti verið mynd nummer 2 og að því hún langaði bara svo að gera þessa mynd fattar og síðan var hérna alveg, ok, Dill, þú fær á leikstýrinu og síðan var látið Lee Whannell fá handritið hans og bara svona gerði svona sóaðið upp, fattar við? Já, er það sagan að baka þetta handrit? Já, og síðan skrifa Lee Whannell 3. myndina sjálfur. En það var sem að Lee Whannell fær svona tilbúið svona body horror experience bíómynd til sín og hann bara, ok, ég þarf að setja þetta í heiminn hjá Saw. Sem mér finnst ógeðslega cool. Já, mér finnst það alveg töf. En þeir hafa alveg gert þetta í Hollywood. Þeir gerðu þessum þú veist, Die Hard 3. Já. Það var ekkert uppalega Die Hard mynd. Nei. Var Die Hard 2 það? Er ekki allar góðu Die Hard myndunar byrjuðu sem eitthvað annað? Er það ekki regla? Er ekki tvö virka svo svakalega kopið af fyrst fyrirni? Já, það var, fyrsta myndin var adaptation of Red Alert heitir bókin og hún átti að vera Lethal Weapon mynd. Aha. Já, en síðan bara Die Hard. Sem við þekkjum í dag. Já, og það gaf okkur engil í mannsformi, Bruce Willis. Fallni engilinn. Hetjuna þína. Já, ég elska Bruce Willis. En höldum okkur aðeins um hryllismyndir. Asíska myndir. Voru aðal horf suðurkórskar? Allar asískar. Það var aðalega suðurkórskar og japanskar. Hvort við höfum náð ykkurum frá, var ykkur frá Taiwan? Var ægi frá Taiwan? Er hún ekki tælensk? Gæti verið tælensk. Ég heldur þessi tælensk. Hún er ekki góð, ég get segja. Nei, mér fannst hún ekki sérstök. En hún er með rosalega áhugavert koncept, þar sem að þú færið sjón frá okkur öðrum og þú byrjar að sjá þá dauðu. Hvernig getið þið gert svona leiðilega mynd úr þessu? En af hverju haldið það, eins og með þessa mynd? Það var bara æg til dæmis, það er þetta mörg ár síðan sá hana. Já. En þú segir það sjálfur bara, þetta er sniðt koncept. Af hverju svona leiðileg? Þannig ég spyr ykkur, af hverju svona leiðileg? Sko, konseptið upprunalega myndi mig á, ég veit ekki hvort þú hefur lesið Kobo Abe bækur. Það er bók sem hann skrifaði sem heitir The Face of Another, sem er mann sem fær bara andlitságræðslu, ég man ekki hvað kom fyrir andlitið hans, en hann fær, ég held hann fær andlit frá raðmorðingi eða eitthvað svoleiðis, eða einhverjum siðlausum viðskiptamanni, eins og segi, mörg ár síðan ég las hana. Og hægt og rólega byrjar þetta nýja andlit af því að fólk kemur öðruvísi fram við hann, út af hann er með andlit sem er búið að herðast af öðruvísi lífi. Og af því að þau koma öðru sér fram við hann, þá allt í hennu byrjar hann að endur forrita sig í kringum nýja andlitið sitt. Hugmyndin með því að þú fær ný augu og þú sérð heiminn öðru sér, það er áhugavert af því að hvað gerir það við þig þegar þú byrjar að sjá hana nýja heim. En í þessari mynd þá gerir það konuna bara af einhvern svona vælukjóa sem sér drauga við og við. Já. En þú sér þetta hefði geta verið hvað ef þessi augu væru frá manninum sem draf þetta fólk eða eitthvað svoleiðis og þá allt í næstu komin með ok, ég sé þessi fólk af því að hann draf þau og hvers konar samband hefur hún þá við þau og hvað gerir það við hana hvað gerir það við sálina hennar að þurfa að lifa hálfpartinn með þessum illa manni frekar en, eins og ég segi, að fara bara í fílu af því að það eru draugur út allt. Það eru mjög góð pælingar. En ég segi hún sér leiðileg. Við vorum búin að horfa á Gonjiam, við vorum búin að horfa á Noroi, sem er líka æðisleg. Við vorum búin að koma svo góðu hægi á svo rosalega góðum. Já, Mimic, en síðan er þessi bara svona 6 af 10, 7 af 10. Hún er fínasta mynd, en við vorum komnir af alveg 10 út allt. en förum aðeins í Gonjiam, af því að það var Óli sem benti mér hana, og ég held að þekkti ekkit ólalmennilega þá, og ég var bara eitthvað svona, ok, þessi gaur, hann virðist vita hvað hann að tala um. En ég hef alveg oft fengið ábendingar á fólki, verður að tjekka smið, og ég verð mjög oft fyrir vonbrigðum. Og við búum í þeim heimi líka. Já, þannig að þegar Óli talaði um hann, ég bara svona, ok, ég hef ekki heyrt um þessu mynd. Svo sá ég hann á iTunes, ég sé kærastan herðu, Óli sagði að þetta var geggjumynd, láttu bara reyna á það. Ég var persónulega mjög hrifinn, en segjum hann frá, hvað fílið þið við þessa mynd? Áður en hérna við segjum þeirra, hvenar byrjaði þér að finnast myndin vera góð? Af því að fyrsta montasið í byrjuninni, það var rosalega erfitt að samferða okkur svona í okkar á milli að halda áfram með á. Ég held áfram út Óla. Ok. Af því að ef enginn er samt frá þessar mynd, þá kannski hefði ég svona, en það gerir samt svo snemma. Já. Er ekki bara fyrstu 10 myndunum eða eitthvað? Fyrstu 10 mínútur, hvort er eitthvað. Ég gef myndum oftast lengri tíma. Ég oftast klára í myndir. Það er bara, núna í seinni tíð, ég er gamall og tíminn er mikilvægur. Þá er ég fann að kötta fyrr á,
en það ofta sig í klármyndir. Þannig ég hef alltaf gefið henni 30-40 mínútur, kannski helmingin á henni ég dæmt hana. Ég fílaði þetta slow build-up og mér fannst mjög töff að við erum rosalega lengi inn í þessu asylum án þess að eitthvað gerast. Og þá henni ég sem áhörandi, ég fer að vennist þessu umhverfi. Mér fannst það geða töff nálgun. En ekki nóg með það að ekkert að gerast, en þegar eitthvað byrjað að gerast, þá útskýra þær þeir eru bara þykjast. Já. En þú ferði í rauninni þá bara, já ok, og þér fer að líða, ég fór geða mikið að pæla þessu, mér fór að líða að ég var svo örugur. Þetta alltaf læg umhverfi, það ekkert hættilega, þetta alltaf feik. Þannig þegar að byrja hryllingurinn, það tók alveg á hjá mér, sko. Okkur fannst það náttúrulega byrja á svona svipuðum tíma þegar þeir eru í alvörinni komin inn og byrja að gera einhverja hluti. En þessar fyrstu svona 15-20 mínútur, það bara, það líður svo lengi. Þú veist, eins og við fáum bara heilt YouTube-myndband í byrjun, bara gæin bara að tala og segja okkur frá asyluminu og maður bara svona ok, og síðan faraði út að borða og fara að djamma og maður svona, ok, þetta bara hopp í sjóun með GoPro. Alveg, setti ég ranga mynd í, eða? En hvað fílið þið við þessum mynd? Af hvað finnst ykkur góða? Sko, bara ef þú lítur á hvernig hún hönnuð, maður spyr alltaf í svona draugmyndum, hvað ertu að gera í húsinu áfram? Af hverju ferði ekki út? Það svaraði í þessari mynd, að því að það rosalegur peningur á því að halda fólki horfandi. Og fólki að halda áfram að horfa því þau eru svo hrætt. Og líka því þau eru live. Og það ennþá meira hætta. Já. Og þau eru með hann brjálæðing í tjaldinu sem að pressa á þau, þið verðið að halda áfram, þið verðið að halda áfram. Hann svo góður. Hetjan. Já. Það gæin sem svona aðalgaurinn. Já, það er náttúrulega tjöldu líka. Þannig að bara svona structure-wise, þá ertu komið með rosalega vel upp. Þú veist, það engar spurningar af hverju fóruð þau ekki bara. Þú veist, það engin svona nitpicks eftir myndina. Hún svarar þeim öllum á mjög, lúmskan hátt. Já, og það líka góð ástæða, sko, þegar þið byrja í alvörun að fara, því maður skilur að þið myndi, þú veist, ok, eins og Mána var að segja, það peningur í að vera þarna og alltaf, og hvað búið að gerast? Bönd eru búin að slitna og bjöllur eru búin að hringja. Ég myndi persónulega ekki fara út af því, ef ég veit að það peningur að vera þarna þaunni. En leið og hendin mín tóguð inn í eitthvað gat og það klórað mig, fuck that, ég farin. En þá byrjuðu það ekki að reyna að fara. Var það ekki? Jú, hún og hvað heit hinn stelpan? Victoria eða eitthvað? Charlotte. Já, ég var að segja að það ástæðan okkur að virkar, af því við þú veist, ég persónulega myndi ekki fara alveg eins og þau ef bjöllur var að hringja og bönda slitna og bara svona, ok, þú veist, það er engin ástæða fyrir að fara. En eins og ég segi, þær vilja fara út á sama tíma og ég segi þeim að drulla sér fucking út af því þú ert komið með klórför. Það er bara, já! En þú líka sér, þær eru fyrstar sem eru feldnar. Þau sem reynda að flýja. Já, einmitt. En svo atrið í þessar mynd, sem Óli talaði um þetta síðast. Ég held að ekki búin að sjá hana þá. Það helvíti gott. Já. Það eitthvað svona ógeðis maður. Var þetta ekki maður? Jú. Hann stendur bara eitthvað svona kjör og hann eitthvað svona krúkkit inn á sig og lappirnar líka. Já. Ég var bara gæs og það atriði, þetta fyrsta atriði sem ég horfði á með kærastunum með, því hún elskar hryllismyndir. Fyrst skipt sem hún litið undan, hún sagði Hafsteinn, þú ekki bara að segja mér, ég ekki að djóka. Og þetta atriði, það langt síðan hryllismyndum náð mér svona eins og þetta atriði. Já, ég sagði þér það. Já, þrátt fyrir það. Þá hefði ég haldið að ég verið bara svona, hann búin að overhype þetta. Þetta bara svo solid atriði. En af hverju virkar þetta atriði svona vel? Óþægilegt. Af hverju er óþægilegt? Af því að, fyrsta lagi, þú veist ekki hverju reglunar eru. Það eru búin að fara út, hlutur eru farnir í algjörðum chaos. Þú sér þessa fíguru. Þú veist með vasaljósið á henni. Af hverju er hann að hlaupa þér? Ertu örugg? Ertu ekki örugg? Hverju eru reglunar? Hún tekur vasaljósið í burtu frá honum, finnur hurðina, aftur, ok, hann er alltaf kjör. Færir vasaljósið aftur, færir það tilbaka og þá er hann svona hægt og rólega að komast að henni. Og lappar með ljósinu. Og þetta það eru svo mikið af upplýsingum sem þú ert bara, akkur, bentu vasaljósin aftur á hana, hvað ert að gera að taka vasaljósi í burtu, reyta að opna hurðina bara aðeins að vekjan. Og líka bara, við vitum ekki hvað hann er að fara að gera. Það er það sem, þetta er svona, þetta er eins og þú lappar einnum íbúðuninu og svo sérðu gæja standa í horninu og þú bara svona, ok, hvað er að fara að gera næst? Þetta byrjar, þetta er einmitt fínn munur á mikið af japanskum myndum, asískum myndum segi ég og því sem myndi frekar sjá í vestrænum myndum. Í asískum hryllismyndum þá er þetta mikið meira að
láta þér líða illa í langan tíma en að bregða þér. Eins og þetta hefði geta verið bara hún í myrkrinu, lítur í kringu sig og já, nákvæmlega. En í staðinn, þá sérði þetta, ok, þetta er óþægilegt, en það er ekkert, þú ferð ekkert í burtu frá þessu. Þetta er alveg 2 mínútna atriði þarna, þess að þú ert fastur í þessum kjallara með henni og hvað nákvæmlega er að fara að gerast. Það svínvirkaði, sko. Sama með enda atriði þarna á efstu hæðinni. Það er svo gott. En næst enda atriði þegar hann hérna Psycho fyrir hann inn. Þegar hættan er mætt. En myndið segja að þessi væri ofalega hjá okkur? Ó já. Já, mjög. 10 af 10. Sko. Já, ok, þið eru sammála það? Já, hún er bara perfect. Bara. Og ég myndi spyrja ykkur bara út í hryllismyndir bara alveg all time og hún færi ofalega hjá okkur. Mjög svo. Bara hátt, sko. Af því, þú veist, eins og þú sagði sjálfur og við eigum það af og til þegar við erum að horfa á myndir, við getum verið obnoxious saman. Af því, ef við erum ekki að detta inn í mynd, þá byrjum við bara að spjalla. Eins og 1917. Eins og 1917. Þetta er bara, ég veit að maður á ekki að gera þetta, en við höfum hort á nógu mikið að bíómyndum, við þekkjum structure, við þekkjum þetta og þetta, og ef eitthvað er ekki að grípa okkur, þá bara svona byrjum við að tala bara svona saman, þú veist, alveg bara af hverju finnst okkur þetta ekki verið að virka og bla 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 bla, leið og þetta atriði í kjallaranum kom þögn, við bara út alla myndina bara við vorum hérna bara frosin, bara er ég að sjá þetta og þú veist, að því, það er eitthvað við the uncanny sem er svo gjörsamlega óþægilegt þegar maður, eins og Máni segði þetta, þegar maður veit ekki reglurnar af því, þú veist, hættan á að setja upp reglur í hryllingsmyndum er að núna þarft að fylgja þeim, en þessi mynd setti ekki upp neina svona geðið ákveðna reglur, af því fyrst voru þau bara svona fokkaði vinnur sínum og okkur, en leið að byrja að kasta hlutum og þau voru byrja að sjá hluti sem átti ekki að vera þarna, þannig að leið og þetta þarna kom, þá var þetta svona, ég hef ekki hugmynd hvað er að fara að gerast, og þess vegna er þetta svona skeri að því þetta er, af hverju er þetta þarna? Þú basically segja bara óvissan er það sem er skeri, af því að eins og segir, við vitum ekki hvað er að gerast. Já, líka hafandi séð, mikið af myndum og við höfum allir gert, við ættum, það fyrsta þessu auksum er, þetta er að fara að hoppa í hana, eða ekki? Það er að fara að koma krassum þar sem þetta opnar og sér kjaftin og... Nákvæmlega, og þegar hún fór með vasaljósi í burtu og snýrði aftur, maður fer inn í og töksar, ok, hann verður framan í henni þá, okkur bregður. Nei, hann er bara nákvæmlega samstað. Og það er líka bara hvernig hann lappar til hliðar en ekki áfram og þetta er svo ónáttúrulegt og það er það sem, þar kemur hrollvekjan. Og það sem mér magnast við þetta atriðið mitt er þeir tegið alveg, sko. Ekki óþarlega, en maður er bara eitthvað svona, hvenær fæ ég release sem áhörandi? Það er akkurat þannig. Þess vegna mitt, það er ástæðan að kerast að minn leit undan, sko. Henni fannst það bara óþægilegt. Svona eins og Máni var að segja með endirinn þegar hún er í bakinn á honum. Það er svo... Nákvæmlega, af því að hversu langa, hann bankar, ef fólk er ekki búið að stoppa þetta podcast til að horfa á myndina. Það er spoiler alert. Gerið það núna. En hann fer í bakið á honum og síðan er alveg skref sem fara í það fyrir hann að líta á bakvið sig. Frekar en bara að hann fer á bakið á honum og síðan öskrar hann og þetta er búið. Nei, hann fer í bakið á honum, hann fattar það, við sjáum hann snúast við á bakið hann er þarna með myndæluna, byrjar að kveikja á henni og snúa skjánum við. Þetta er svo teikt og óþægilegt. Líka það, þegar hún kemur að honum í bakgrunum, dauðaþögn, það er bara... Já. Þú sér bara svipin á honum. Já, sér bara lappir í loftinu koma á honum, það er bara svona... En hvað finnst ykkur jumpscare myndir? Það sem að myndina treysta svolítið bara á það? Það getur verið fínt. Þetta er alveg eins og að ef allar myndir væru bara rosalega teygðar og óþægilegar þá væri það svolítið leðilegt. Já, þetta er eitthvað sem þreytt. Og það er alveg jumpscare í Gone Geon. Já. Við komumst á því aftur endurhorfum á hann í gær. Já, það er 1 jumpscare og það segir bara quality myndarinnar að við vorum búin að gleyma að væri actually 1 svona cheap jumpscare. Var 1 cheap, ég man ekki eftir. Já, nei, við myndum það ekki heldur. Ég er bara að sé það einu sinni. Við vorum búin að lofa kærst að sóla, nei, það er ekki jumpscare, en gráðgjur. Og svo, og ég kom alveg, ég var búin að gleyma þessu. En myndir eins og til dæmis The Nun. Vá, hef ég söguð að segja þér. Við erum með svo mikið svona nun-bröndur. Hvernig varst það hún? Hörmung. Akkur hún svona léleg? Að því hún gjörsamlega relæjar á það að vera ekkert nema hávaði og jumpscare og hún býr til reglur fyrir sjálfan sig sem hún fylgir ekki eftir. Þetta er eins og, ok,
þú kynnir supervillan í ofurði bíómynd og fyrsta sem hann gerir að smetla fingri og allir missa hausinn og svo gerir hann þetta ekki við hetjurnar í lokabardaganum. Fuck off. Já. Þú búin að kynna eitthvað sem þú ert að svíkja undan. Þetta var í X-Men Apocalypse þegar hann, Apocalypse, og sandurinn sker hausun af öllum. Hvað er þetta gegn? Ég veit það ekki. Öllum fucking X-Menunum. Þannig að þið finnst þetta svindl. Þetta er svindl, að því þú ert að svíkja áhorfandan af upplýsingum sem þú ert búin að segja honum. En líka, eins og ég hef ekki séð hana, en ég hef séð nóg mikið af svona myndum. Já. Hvar nákvæmlega er óttinn þarna? Er þetta bara að hún birtist og bregður þér? Já, það er það. Já, ok. Af hverju er þetta ekki eitthvað sem að... Af hverju er þetta ekki kirkjuna, nunnurnar sjálfar? Nákvæmlega, það eru bara svo margar leiðir sem hægt að spyrja þessa spurningu aftur. Af hverju eins og Insidious myndirnar, mér fannst það er áhugavert af því að eins og að því þú stúrt með þetta hauntingarna sem að fylgir honum. Þú séð það ekki? Þegar þau var að fletti gegn ljósmyndirnar svona, þegar hann var að sína gamla konunni, það er hræðilegast atriðið í myndinni. Já, og ekki þegar hann bregður henni á bakveðana, bara þegar þau eru að sína þarna að konan er að koma nær og nær. Það er svo óþægilegt. Af hverju virkar það samt svo vel? Mér finnst það líka skeri, sko. Af því það er óþægilegt. Af því að þú veist ekki hvað er að gera sjálfur sem áhorfandi og reglurnar eru ennþá óskrifaðar. Þetta er bara svona, ok, þetta er kona sem sást í einn ljósmynd hjá honum. Hún er nálægt núna. Og með hverri mynd og það að release var ekki jumpscare það sem gerir þetta svo fucking brilliant. Hvernig fannst ykkur Insidious eins og tökum bara fyrstu? Mér finnst hún mjög góð. Já, hún er bara fáránlega frumleg. Fannst ykkur hún halda sér alla myndina? Sko, fyrri helmingurinn finnst mér örugglega sterkari en ég slekk aldrei á henni. Nei, fyrri helmingurinn er mjög sterkari því þá er þeir svona aðeins þá er þeir að gera eitthvað nýtt af því þetta var hryllingsmyndin sem skaut upp, þú veist, í nútíma hryllingsmyndum að hafa svona litla hluti í bakgrunum eins og þegar hún lappa bara fram með herbyggju og það er bara strákur standandi þarna. Þetta er myndin sem gerði það vinsælla því náttúrulega þetta er 2010 og 2011 og þegar allir þessir YouTube-gagnrýnendur eru að koma upp og þeir eru allir að tala þetta, þá fór maður miklu meira að spá út í þessu. Þetta var meira gert til perfection í Conjuring 2. Af því þetta var eitt óhugulega atriði sem ég hef séð í bíói. Það var hérna þegar mamman er að lappa á ganginum og finna yfir stigan og Bill gamli, Old Bill, hann er sitjandi í stólnum. Bara í horninu. Og það er ekkert fókus á þetta, en maður bara svona, leiðum maður sér þetta, bara svona, djúvill er þetta óþægileg maður. En hvað fannst ykkur í Insidious? Ég fíla hana mjög vel. Mér finnst 70% af henni geggja. Já. Mér finnst í lokin, þegar þeir sína frá hvernig þetta förður heiminn er, ég fann bara hvernig minn áhuga bara svona... Já, við erum á sama stigi, af því leið, af því þetta fer frá að vera draugur í að vera slasher-bíómynd, einhvern veginn. Hann er að elta hann á veggnum og það er verið að nota einhver svona skrítin effects og þau veist, leið og draugur er farin að lemja Patrick Wilson, þá er ég svona þetta er orðið annar hlutur núna. Það er mitt þegar ég sýni fólki sem mitt, sem hafa ekki séð hana fyrir nokkrum árum síðan, þá þetta atriði sem ég bara svona, þá varði ég stressað. Það er líka... Hvað er fólki að fara að segja núna? Því að fyrri helmingurinn er mjög óþægilegri, eins og þegar hún er að segja honum frá, hvernig ég sá eitthvað svona skuggaveru inn í herbygginu. Hurðin opnast bara og þú sérð hann þarna. Ekkert, engin háaði, þetta er bara, þú liggur þarna með honum í smá stund. Lyftir upp hendinni. Þú sér bara svo silhúettu af einhverjum og hann bendir bara, hún spyr hvað viltu og hún bendir bara strákinn. Það er geggjað. Og það er líka ógeðslega vel hérna jumpscare. Nákvæmlega. Að því jumpscareið kemur frá hvað konan er að sjá, ekki... Já, þú hefur talað um það í síðast eftir, mér finnst það mjög áhuga nálgun á jumpscare, ég hef aldrei pælt í þessu þannig. Þannig að þér finnst jumpscare sleppa ef að það hefur verið að bræða líka karakterinn. Ertu að tala um það? Sko... Hvernig orðaði þetta aftur? Ég sagði, jumpscareið virkar þegar karakterinn sjálfur er að upplifa það, af því það eru suma myndir sem svona reyna að gera, en jafnvel það er feila einhvern veginn, af því það gera svo obnoxious eitthvað, en það eru það að build-upið var svo rétt í Insidious og þú veist, hún heyrir eitthvað, við heyrum og hún lítur til hliðar og þá er einhver djöfull fyrir aftan Patrick Wilson og hún þú veist, stendur upp á stólnum og gargar og Patrick Wilson lítur hann og þá er ekkert annað. Þetta virkar svo vel að því við erum búin að dragast inn í sögunni á konunni og hún er búin að segja okkur frá þessum djöfli. Ef hún hefði ekki sagt söguna fyrst, þá hefði þetta ekki virkað finnst mér.
Sammála. Af því það búið að við einhvern veginn svona erum ekki alveg búin að taka eftir því sjálf en það verið að byggja upp jumpscarana og það bara, ég veist eins og ég notaði Sinister sem dæmi sem það mynd sem ég finnst næstum því mjög góð. Hvað finnst þér, akkur finnst þér ekki nógu góð? Ertu búin að sjá hana manni? Það var hann að jumpscare sem ég sagði, Ethan Hawke að læðast húsið sitt og kemur stelpa, zoomar bara beint inn í myndaðan og bara og kemur hann það, en hún fyrir aftan hann. Hann sér hann ekki. Nei, þetta bara fyrir okkur. Já, þetta svindl. Já, það getur virkað ef eitthvað bara fyrir áhorfendur, en það virkar aldrei þegar það jumpscare. Þegar það virkar bara fyrir áhorfendurna, það eins og í endanum á Sinister, þegar Bagul kom fyrir fram myndaluna. Ég hata það var svo slæmt. Mér fannst það bara að vera stúdíu, verðum að hafa eitthvað cool svona í það var stúdíu. Var það stúdíu? Scott Eriksson vildi enda og við zoomum bara frá kassanum og svo slögt. Auðvitað átti þetta enda bara þar. En að þú talaðu Sinister, ég las daginn, gerði eitthvað svona vísindalega könnun. Sást þetta kannski? Já. Hver væri besta hryllismynd allra tíma? Hver hræðilegasta? The scariest. Já, samkvæmt einhverjum prófum eða eitthvað. Og Sinister var nummer 1. Sko, Sinister ekki án góðra kafla. Sko, ég skil af hverju fólk myndi velja hana scariest, en það bara út af Super 8 myndunum og viðbröðum frá Ethan Hawke, þetta hrollvekjan. Já. En ég nefnilega vil meina það að Sinister hefði virkað svo miklu betur hefði hann ekki verið draugmynd. Ef þetta væri bara krakkarnir verða bara eitthvað klikkar og myrða ok, ég veit ekki alveg hvernig ég myndi orða þetta. Menur engin djöfull? En við sjáum hann ekki. Nei, djöfullin tók þetta alveg frá mér af því þetta virkar svo ógeðslega mikið af því ég fekk eina pælingu og mér fannst hún ógeðsleg. Það var að því hann var að reyna að skoða þetta og þú veist, krakkarnir alltaf og það alltaf einhver creepy kallarna líka og eitt af þessu gerist í 60s og eitt af þessu í 70s og þetta tekur svona rosalegt hopp. Og það kom einn pæling í myndinni sem mér finnst eins og margir fókuðu ekki nóg og það var þegar hann hugsaði, þú veist, þetta bara einhver einn maður eða þetta, hann fór út í það og ég hugsaði bara, hvað ef þetta hefði ekki verið djöfull? Hvað ef þetta hefði bara verið svona Charles Manson típa? Bara einhver gæi og hann tekur krakkan að sér og svona segir hann til og hann lætur þau actually byrja að vera eins og hann útlitsvæðist til að halda áfram einhver svona geðveikt disturbing legacy. Bara einhver psycho. Já, mér fannst það svo ógeðslega óþægileg hugsun að þetta var bara, það var búið að taka sakleysi frá einhverjum börnum og gjörsamlega breyta því eitthvað annað og þú veist, allt sem þau þurfa að gera til að halda áfram einhverjum bull legacy frá einhverjum gæja sem átti að vera dauður í the 70s. Hvað ef endurinn, hann hefði hitt Bagul og þeir hefði farið að slást og hann hefði tekið en hann hefði tekið grímun af honum og þetta hefði verið Vincent D'Onofrio. Ég var líka þetta ekki góð hugmynd. Fyrst ég held að hann komur ekki geggjað hugmynd. Nei, hann gerir þetta writing process og okkar sko. Hann kemur ykkur að fála hugmynd. Já, þarna hefði ég þess að taka þetta og leið maður aðeins að setja þetta og þá allt í hennu, þetta einhver annar frá nokkrum árum. En ég verður samt að segja það fyrir mitt leyti, ég elska allt eitthvað svona yfirnáttúrulegt eða skrimsli. Við líka. Þannig að þó ég fíla alveg eitthvað svona fjöldamorðingja myndir, þetta bara eitthvað mennskur morðingi, þá hafði ég samt alveg gaman að ég bara, yes, þetta er djöfull. Já. En ég skil pælingunum þínu samt. Ég hef ekkert á móti þetta á að vera djöfull, en mér fannst þau bara einhvern veginn skila þessu rátt. Það var eitthvað sem hitti ekki mark fyrir mér, af því sumt af þessu var alveg ógeðslega creepy, en það líka truflaði mér svo mikið að Ethan Hawke á að vera true crime novelist, hvernig er hann þá svona fucking heimskur? Hvernig það? Come on, þetta er alltaf, við sjáum Super 8 myndavél, þar sem einhver er að taka þetta upp og í hverju einasta máli þá hvarf alveg, en það hvarf alltaf einhver krakki þarna. Hver ætlaði að við tekið þetta upp? Hver heldurðu? Þann sem vantar í ramman. Ok, þannig að þér fannst hann ekki virka klár. Ég fattaði þetta bara strax. Ég fattaði þetta í fyrsta áhóru. Þetta var bara, þetta eru krakkarnir. En hann er þetta með alveg hérna og ég bara svona, come on maður, þú skrifar svona bækur. En er það ekki svona dæmi þar sem að handritshöfundurinn er að taka fram fyrir hendurnar og kartinum? Jú, ég held nefnilega að þeir héldu að við myndum ekki fatta þetta. En að því, eins og þú segir, karakterinn hans ætti að fatta þetta. En að því að handritshöfundurinn vill ekki fatta þetta strax. Þannig að þá er hann að taka fram fyrir hendurnar og kartinum. En væri myndin ekki betri ef hann hefði fattað það?
tökum Trúleri, þú hefði keypt það. Já, en tökum Bagul, segjum að þetta sé ennþá út af þessi eitthvað djöfull í húsinu sem að láta krakkana að drepa á, þurfum ekki að sýna gæjan. Af hverju seinni helmingurinn af myndin ekki hann þá alveg svo Insidious að reyna að ná syni sínum aftur? Sonur hans búin að vera að haga sér eitthvað rosalega skringilega síðan hann kom hingað inn og hann búin að vera að hunsa allan tíman, það búin að einbeita svo mikið á bókinni og þá myndin þú ert búin að vera slæmur faðir og núna það byrjað að býta þig. Það þetta fylgja, þú veist of upptekinn á bókinniðinni, þú missir son þinn, til hamingju. Það ekki sterkari mynd en Bagul kemur í endanum fyrir fram að mynda alveg? Og það líka, ef hann fattar það strax, það nógu creepy implications, þannig að hann fattar alveg, ok, hvað punkturinn sem enginn að tengja og svo fattar hann kannski snemma, holy shit, það augljóslega krakkinn sem að hverfa, en svo horfir hann aftur á myndböndinu og hann bara, hvernig krakki að fara að þessu? Og fyrir mér, það óþægilega pælingin, að því það spilar Bagul inn. En fannst ykkur þegar þú heyrðir af þessari könnun, ég veit ekki hvort þú varst að heyra af þessu, manni. Ég var aldrei að heyra. En núna ég að segja þér þetta í fyrst skipti. Þið bara eitthvað svona, hvað fólk að pæla? Hvað rugl þetta? Sinister? Eða þið bara eitthvað svona, ég skildi kannski að einhver leiti? Ég skildi þetta ef þau eru, af því það alveg fáránlega óþægilegt að horfa á þessu Super 8 myndavélar með Ethan Hawke og tónlistin rosalega óþægileg og það verið að nota þetta secret sound sem notað í bíómyndum til að láta mér að líða aðeins óþægilega. Ég skilja það, því ég man þegar ég horfði á þessu mynd fyrst, mér fannst þetta pure horror. Sko. Þetta virkaði á mig, sko. Alveg þarna kvikmyndagerðamaðurinn, restin þarna stúdíóið. Já, einmitt. Mér leið svolítið þannig því ég horfði á hana, sérstaklega hvernig endar. Já. Ég var bara eitthvað svona, come on. Þetta svo cheap. Yep. Þetta það versta sem þú getur gert við áhorfenda sem í alvöruna kaupa þessu að gera að þú segir honum að fokka sér. Voru þið búin að tala Conjuring 2 endan? Einhvern tímann? Nei, ég beið með það. Ok, aðeins Conjuring dótið, fyrst og 2. Finnst ykkur 2 betri? Mér finnst það ekki. Sko, mér finnst það ekki heldur. Ef hún hefði haft endirinn hans, þá var hún betri. Varst þú með einhverja hugmynd enda? Nei, sko, ég held í alvörunni að upprunalega handritið endar á hún að þykjast. Og þau farið í lestunum og þau farið til burtu. Ég held í alveg myndin þegar ég var í bíóinu, þegar það gerðist þá var ég svona, oh my god, þetta snilda bíómynd. Það mér sem verið að spila tónlist undir, The Joke Was On Me. Nákvæmlega. Af því að það var þetta svona, af því að Warren hjónin voru í alveg bara algjörði loddarar, það vita þetta. Já, maður búin að heyra það með. En þetta líka svo svona, þetta svo góð svona blöyt tuska framan í alla, því að þú fékkst að láta bregða þær og allt það svo vildir. En mér finnst þetta bara svo áhugaverð leið til að enda myndina en síðan þegar þið fara aftur inn þá sérðu, þetta allt önnur bíómynd allt í einu þá The Nun, þá hún mætt alveg grimt og þú farið allar flottu klikkuðu tölvubrellurnar ég trúi ekki að það hafi verið partur af upprunalega handritinu. Ég sá hann bara einu sem mynd, mér fannst hún mikil vonbrigði, mér fannst bara þessi aðal gamli kalla það, mér fannst það bara ekkert spennandi. Billy? Mér fannst það ekki spennandi. Nei. Mér fannst fyrsta geggjur. Fyrsta stórkostleg. En þú kýst 2 eða? Nei, samt ekki. Einhver finnst fyrsta betri? Mér finnst 2 vera snilt. En, já, það? Já, en ég svona edit hana núna bara í haustum á mér. Ég hætti bara að horfa á hana þegar hún á í alvöruna enda. Já. Það í lestinni? Já, þegar þau sjá Janet feika eitthvað og þau ákvaða bara, þeir eru búin að vera að fokki okkur, við þurfum að fara og það leiðilegt að spila þetta eins og endir á mynd, það spilað Joke Was On Me og það svona montage og þau eru í lest, það bara svona, ok, fade out, myndin búin. En af því að gera það ekki, þá pompar hún aðeins niður hjá okkur. Já, hún fer frá því að vera alveg bara 8 frá því að vera 6. Var það ekki endan, var hann ekki að brjóta upp einhverja hurði, einhverjum kjallar og eitthvað vatn og eitthvað, var það ekki eftir lestadóti? Jú. Ég man að mér að fara að leiðast. Já, þá verður þetta bara allt annað fyrirbæri, svona eins og The Nun sem breytist í Army of Darkness í lokin. Hvað finnst ykkur í horrormyndum þegar tölvi gera dót? Getur verið fínt. Þið hrifnir að því? Stundum þarf það. Bara eins og öll önnur effekt, þetta bara þetta rétt, þá þetta rétt. Ég kýs alltaf eitthvað praktikal, sérstaklega horror, af því það eitthvað áþreifanlegt. Og ég ekki hræddur við teikningar. Nei. CGI eru teikningar. Já, þetta náttúrulega bara reglan hans Del Toros bara sem allir ætti að fylgja. Praktikal þar sem þú getur, ef þú
gjörsamlega nærði ekki á CGI til að þrífa það. Já, þú nefndi þetta síðast líka. Það bara það sem þú þarft að gera, ég minn eins og þú sérð, við höfum náttúrulega rætt þetta er bara eins og The Thing, þetta er bara allt in kamera, en ef hún gerð í dag þá ég vona innilega einhver myndi vilja reyna að gera eins praktikul og hann getur, en Þeir reyndu. Já, þeir reyndu. Já, með nýjum, ég nefndi ekki að sjá hana. Þetta er nýju Thing. Já, þeir gerðu hana alla in effect. Já, ég var búin að heyra það. Svo kom bara stúdíu og sagði, nei, töluginn allt bara. Og þá lukkar þetta þetta er hræðilegt, Þetta er hræðilegt. Það er miklu svalar að sjá, eitthvað textjur á okkur einhverjum haus og gerfi blóð og... Sástu hérna til dæmis Crimson Peak eftir Guillermo del Toro? Já, hún var svolítið leiðileg, en hérna... Þetta var ógæðandi, ég held að orðum sem ég hafði gæð, já, það er rétt, hún var svolítið leiðileg. Hún var það. Mér leittist. Hún var falleg. Já, en mér fannst hún bara ekki spennandi, ekki skeri. Þú sérði hérna til dæmis, þú sérð hvar practicality og CGI, þú sérð hérna draugurinn er náttúrulega bara Doug Jones að gera eitthvað skrýpaleg, en svo er gerð svona CGI svona after effect til að setja eitthvað svona glóa á hann og svona reykeffekt, mér finnst það cool, en það var ekki skeri. En eins og Del Toro, fíla? Já, ég elskar Del Toro. Minnst það einn ofmennastu leikstur alltaf tíma. Finnst þið það? Hver er besta myndin hans? Fyrir utan Pan's Labyrinth? Já, ok. Devil's Backbone. Já, Mér finnst Devil's Backbone fín, en það er því mér finnst hann gera svipa á Mike Flanagan fyrir utan hann fer miklu meira í, mér finnst hrollvekjan hans koma miklu meira bara frá öðrum stað, af því hann er svona eins og hann sé aðeins lúmskæri með það, en mér finnst stundum hann grípa rangan tón, eins og, hvað heit hún, Kronos, hún er rosalega skrítin í endan, það er bara svona, ég bara held að þetta væri önnur mynd, en eins og Pan's Labyrinth er náttúrulega bara ævintýri, þetta er bara fantasíumynd með horror elements og mér finnst það nokkuð skemmtilegast þar, svona eins og hún Shape of Water er svolítið svipuð, hún er með nánast sama endir og Pan's Labyrinth, mér finnst þess að Akademían var að beðast hann afsökunar fyrir að gefa honum ekki. En mér finnst Pan's Labyrinth miklu betur mynd. Já, hún er það. Hún er bara meistarastykki, sko. En Guillermo del Toro er bara, hann var svo skemmtilegur karakter ég fíla hann persónulega og ég fíla hvað hann stendur fyrir hann elskar eitthvað svona skrimsladót og hafa búninga og praktikaldót hann er svona eins og skemmtileg útgáfa af Kevin Smith nei, er það ekki Kevin Smith? Jú. Þessi gerir Clerks já, af því þeir eru báðir svona eins og venjulegi gæjar sem hafa áhuga á svona comics, þeir eru mjög svipaðir þar svona nördar en mér finnst Del Toro bara vera hann er eins og Kevin Smith nema hann kann líka gera góða mynd já, af því að hann er með hæfileika af því Kevin Smith já, kannski ekki mikið tala hann það ég sendi því Christ ég er satt fíla Clerks, mér þykir vendum hana Clerks er fín mér fannst Dogma skemmtileg þegar ég var yngri, ég hef ekki séð hann mjög lengi ég fílaði þetta Dogma líka en svo, shit, hann gerir nýja James hann er Bob sá hann hvað fannst ykkur Cop-Out? Ég sá hann ekki. Nei, ekki, ég held að enginn okkar hafi séð hana. Nei, ok. Ég satt af því hún að vera svo hræðileg, þá verði ég að sjá hana. Mér finnst það bara svo fyndið að Kevin Smith langar að kenna öllum öðrum en sjálfum sér þegar ég hef heyrt hluti þar sem Kevin Smith hefur ekki sagt. Eina sem hann notar Cop-Out sem afsökun fyrir að drullu og Bruce Willis og mér finnst Bruce Willis fyrir að justified í þessu öllu. Come on, hann þarf að leika með fólki sem hann nennir ekki að leika í og með leikstjóra sem er coward. Já. En líka, Kevin Smith er búin að vera leikstjóri síðan 94 og hann er að leikstýra mynd sem kemur úr 2008 eða 2009 og Smith var að útskýra eitthvað atrið fyrir Bruce Willis og Bruce Willis spyr hvað linsu er það að nota hérna núna og Kevin Smith segir, ég veit það ekki, ég þekki líka það mikið mun á linsum og Willis var bara gerst ekki í bransanum með það, fattar við og allt í hennu Bruce Willis fíblið það sem ég held að hafa gerst með Kevin Smith að ég finnst hann alveg áhugaður og ég finnst hann alveg skemmtilegur svona, bara típan, finnst hann alveg skemmtilegur hann bara þroskaðist aldrei. Nei. hann breyttist aldrei sem leikstjóri. Hann er ennþá að gera sama dót í dag og fyrir 25 ára síðan. Já. Ég alveg tala. Ég líti allast aðra leikstjóra, Tarantino eða eitthvað, það var ákveðin þróun hjá honum sem leikstjóri. En Smith, hann er bara eins. Já, eins og þú horfir kannski á Reservoir Dogs og síðan Inglourious Basterds og þú bara svona, hvernig er þetta sami gæinn? Nákvæmlega, það var eitthvað þróun, hann þroskaðist, hann lærði, hann var betri. Það vil okkar spyrja ykkur út í alvöru drauga. Okay. Trúið þið á drauga? Já. Mána bara strax, nei, sko fyrir
fyrir, hvað, 2021 núna. Ef þú hefði spurt mig fyrir 2 árum, þá hefðu báðið sagt nei á nákvæmlega sama tíma og sama hátt. Er það? Já. En þú trúir samt í dag? Ég trú á drauga í dag. Það var kemur það. Ég vil heyra, og þú ert með eitthvað sög. Já, nei, sko, málið eins og ég trúði ekki á drauga, en ég var aldrei ekki opinn fyrir þeim. Eins og ég myndi aldrei, þú veist, eins og það, ég þekki alveg annað fólk sem hefur sagt mér frá svona þeirra upplifun og ég myndi aldrei segja, nei, þetta gerist ekki. Af því ég var ekki á staðinum, ég er ekki í þeirra sporum, þú veist, hver er ég að neita þeim? En þú veist, það eru aðrir sem eru svoleiðis. Hljómar er svo skot á mig. Yes. Það eru aðrir svoleiðis, horfður á mána. Þetta ekki hlúmstóli. Ég var ekki að reyna á það, sko, ég var að ráðast á því. Nei, ég er á saman stað, ég trúi ekki á þetta, en ég er ekki gæinn sem fer inn í húsið á fólki og segja þeim að þið er rántjöður, þú mátt ekki trúa á þetta, því ég er þessi típa. En bara stutt, án og segja mér söguna, okay. Stutt til þín manni, trúir að maðurinn sem er sál? Ég trú ekki að ég veit nógu mikið svoleiðis mál til þess að segja hvort það sé eða ekki. Þannig að þú ert ekkert með einn svona skoðun á því? Nei. Ef hann er með sál, þá er hann með sál. Ef ekki, þá ekki. En ef við gefum okkur það, okay. Við getum ekki sannað þetta, ef við gefum okkur það að við séum allir með sál, bara allar mannverur eru með sál. Okay. Þannig að þegar ég dey, þá er bara líka minn að deyja. Ef að sálum við getur haldið áfram, væri þá ekki augljóst að vera til draugar, eða þú veist, fattiði, ef við gefum okkur það. Kannski. Maður veit aldrei hvert fer, hún geti farið eitthvað annað og þú endurlífgast. Ég trúi því. Endurfæðist. En ok, segðu mig draugasögnu þína. Okay, af hverju byrjar að trúa drauga? Maður hafði alltaf svona, ég var mjög myrkvælen krakki og ég hafði stundum ímyndað með hluti. Verulega veikt ímyndarál, sko, bara. Og ég lenti einu svona sem var, hún var perfekt draugasaga af því hún virkaði svo vel fyrir hvort sem þú trúir eða ekki, af því þetta var svo minimal bara, gerist inn á baðherbergi og hurðin var læst og það heyrðist hljóð komaðan en síðan, þú veist, þegar ég fór þá var hurðin opin en það hefði ekki heyrst maður fara út eða neitt, fattar þú? En það var bara svona, who knows? En það sem ég lenti í var, manstu 2019 þegar hann brjálaði snjóstormurinn kom. Það var bara, fólk var bara læst inn í húsi í bara náttúrulega viku og þetta á lokuðum vegum og eitthvað. En þetta var meira á Norðurlandinu, sko. Ég var að keyra frá Mána, ég var að gista hjá honum og svo var ég að keyra norður í skólan. Og það tók mig, það sem á að vera 3,5 tíma að keyra þessu Króks, tók mig 6 tíma. Út af veðrinu? Út af brjáluður og ekki þvílíkur snjór og bara þykkur snjór og bara ógeðslega ljótt að horfa veginn, ég veist að keyra bara á 30 og það stáðum tíma bara svo ég væri ekki okay. Og það var búið að loka fyrir einn aðal veginn sem ég tek til Sauðárkróks þegar ég var komin langt á leið, þannig ég veist að taka einhverja bullkrókaleið sem hjálpaði ekki neitt, það bara setti lengri tíma í að ég kæmist. Hefði ég ekki komist til Króksins þetta kvöld, það hefði þurft að vera á Mána í viku í viðbóta þegar það bara mátti ekki fara neitt. Og þú hefði þurft að vera eitthvað staðar í viku. Yes. Greinlega ekki honum. Nei, hann myndi ekki henda mér út. En sem sagt, ég er að keyra og ég er að taka þessa krókaleið og bara vegi sem ég kannast bara ekkert við og næsta stopp í raunin ætti að vera Staðarskálinn. Ég er búin að vera bara á einhverjum þjóðvegi einn, bara í myrkri, sko. Bara eins og maður sé lightspeed úr fálkanum, sko. Það er bara svo mikið snjór á manni og ég er að keyra og ég er bara svona að hlusta á sálina og eitthvað svona og síðan svona 20-30 metrum frá þá svona píra í augun og ég svona og ég sá mann labba meðfram veginum, ekki á miðjum veginum, hann var labbandi meðfram veginum og vegurinn svona fyrir neðan var svona pínu haltur og ég sá að hann var í svona björgunarsveitar litunum, hann var í svona rauðri kápu og hann var bara húfu hérna og í svona þykkum snjóbuxum og ég sá hann bara eins og ég sjá ykkur og ég hugsaði hvað þessi gæi að gera hérna? Þú veist, hann í alvörunni labbandi þessu veðri, hvert í fokkanum hann að fara? Og ég sagði, ég verð að bjóða hann fara, af því ég er að sjá hann alveg, þú veist, eins og ég sé bara mætunum á bílan, hann er að labba frá mér. Þetta fór ekkert á milli mála? Þetta var maður sem sást? Það fór ekkert á milli mála. Og þú stoppaðir sér fyrir hann? Já. Okay. Ég hugsaði ekki mér sekúndu að þetta gæti verið eitthvað annað, því ég bara, oh my god, hvað er manneskja að gera hérna? Og ég verð að bjóða þessum gæi að fara, þannig ég er að fara nær og ég lít aðeins svona niður til að fikta í hitanum í bílum
og ég leit upp á hann var ekki þarna lengur og mér döð bara því að hann var búin að vera að labba á svona smá halla, þannig ég held, fuck, gæinn datt þú veist, ég held bara hann hefði dottið niður og rúlaði niður einhverja snjóbrekku, fattur þannig ég stoppa bílunum, ég stíg út og ég bara, þú veist, hei, þú veist, eins og spyr hvort það sé í lagi með hann, en það engin spor í snjónum, það ekkert þarna. Og ég fikk gæsa það. Já, og ég stóð bara þarna kjurr og leiði snjónum bara, og vindunum bara slá með þessi framan því ég var sjokkt. Af því ég leit niður það sem hefði átt að vera fótspor eftir hann alla þess að leiða að labba, þú veist, þegar ég var að keyra að honum, því ég náttúrulega bara 30, sko, þannig ég þú veist, að fara svona að honum. Og ef hann hefði dottið, þá hefði það verið far eftir hann í brekkunni þannig, og ég var bara... Og var ekkert í kring, hann var ekki annan bíl eða neitt. Ég var búin að vera einn á þessum vegi bara í hálftíma, sko, nánast, og ég var bara... Þar slóðum við utan bara, ég bara einn í þarna. Og þá fór ég inn í bíl og ég hélt bara áfram að keyra og ég hugsaði þetta alla ferðina. Hversu mikið þurftur að líta í aftursæti inn á leiðinni? ég setti speilun upp. En eins og máli, þegar þú heyrir þessu sögur, því þekkist það vel og veist alveg að Óli er ekkert að ljúga. Nei, sko... Hvað finnst þér svona sögur gera, skilur? Veistu hvernig Bloody Mary leikurinn virkar? Já. Maður fer hann í baðherbyrgi, þú lokaður öllum, þú ert í nýðamyrkrið, þú þarft að líta í speilin, þú ert að segja þetta þrisvar. Ef þú gerir þetta, þú getur í alvörinni séð andlit, af því að heiliðin virkar bara þannig. Þú ert þróaður til þess að sjá andlit. Og ef þú eyðir mikið tíma í myrkrinu, bara heima hjá þér, þú leikur þér eitthvað tíma bara, ég mæli með að fólk pröfu þetta. Farið í sturtu bara í nýðamyrkri og farið síðan bara þrífið af ykkur og byrjið síðan að kíkja hans í speilin, byrjið að kíkja í kringum ykkur. Það mjög auðvelt að sjá andlit, bara í svona smá sekundu eða eitthvað, því að heilin, hann að leita af þessu, hann vill finna þetta og hann býr það til úr hlutunum í kringu sig. Okay. Ég held ekki til dæmis að þetta sé lygasaga. Það gæti verið til draugar, ég veit það ekki, en það gæti líka verið að þú ert búin að vera einn í 30 mínútur, bara keyrandi, þú ert búin að vera, veit ég hvernig þú fikk síðast að borða eða hvað, og þú sérð þetta, heilin bara að leita af þessu eða eitthvað svoleiðis. Það eru margar útskýringar á svona hlutum annað en bara hann að ljúga. Já, en þú veist, það var bara málið sko, þetta var bara eins og ég væri að mæta einhverjum, ekki mæta einhverjum, en sjá einhvern gangandi á veginum og var að keyra fram í honum, því hann kom bara logically alltaf eins og hann ætti að koma nálægt og ég sá fötin hans og allt, ég sá aldrei andlitið það því, þú veist, hann sneri baki mig, og heilin líka halvnöður til að sjá fött. Ok, en hérna kemur the coup de gras, Máni. Okay. Ég undir lok ársins í fyrra, þá fekk ég Snapchat memory og ég kíkti í símann og þetta var þegar ég var að labba einn í myrkrinu í þessu mikla snjó á heimavistinu minni. Og ég svona, holy shit, alveg, það bara ár síðan þetta gerast og þá myndi ég, þetta tekið 2 dögum eftir að ég sá hann draug. Þannig að það 1 ár og 2 dagar síðan ég sá hann draug. Og þennan dag fæ ég símtal. Og það Ingi Þór. Og hann var líka í námi þarna fyrir norðan. Og hann einn af mínum bestu vinum og Máni þekkir hann mjög vel. Og Ingi Þór ekki típan til að ljúga. Og hann sagði, hei, manstu þarna draugasagan sem þú sagði mér, þegar þú varst að keyra þarna og sást gæja á veginum. Og ég alveg, já. Hann alveg, já, hvar varstu? Ég veist að taka smá krókaleið, en næsta stopp í rauninni var, ég veist að taka svona krókaleið að einhverjum til að ná loksins að komast á þjóðveginn, til að komast að Staðaskála. Og hann, ertu að segja mér að næsta stopp var Staðaskáli? Og ég alveg, já. Og hann sagði, já, ok, það næsta stoppi mitt og ég sá mann á veginum. Og lýst hann eins og þú lýstir hann? Hann bara sá mann. Hann fór ekki fram með málum og hann var að keyra í ekki jafn slæmum stað og ég sko og þetta ári og 2 dögum síðar. Þetta bara næst í ár to the day. Ég trúi á drauga, sko, persónulega, en það kom strákur til mín, hann trúi líka á drauga, hann sést að sé draug. Hann kom með einn áhugaðra punkt. Hann nefnilega sagði sko að hann og systir hans og þessi strákur sér eitthvað, en hann segir ekki neitt. Það var íbúinu þeirra þessu bjuggu. Hann sér eitthvað, segir ekki neitt, en svo segir systir hans, hvað var þetta? Skilur, hún sá líka eitthvað án þess að hann hafi sagt, skilur. Þú veist, ef hann hefði sagt, eða spurt, sérðu manninn hann það?
þá kannski myndi ég skilja að þú kannski býr til í hausnum gott að sjá mann. Mér finnst svona spooky. Já. Þannig 2 manneskjur að sjá henni eitthvað saman hlut. Ég veist, eins og segi, ég var á sama báti og hann fyrir þetta. Ég var bara svona, ég persónulega trúi ekki á þá, en ef einhver segir mér sína sögu, þá er ég ekki að vera að segja þú ert að ljúga mér. Og funnily enough, Mike Flanagan er alveg eins. Í samvættu drauga? Já, hann trúir ekki að drauga, en hann segir, en það er því ég persónulega hef ekki séð þitt, en ég á vini sem segja mér sögurnar sínar og ég er ekki að fara að segja að kalla þið lígara. Ég hef heyrt svo margar svona sögur frá alls konar fólki og ég hef líka heyrt svona sögur frá sko eldri mönnum sem sko trú ekki á neitt sem ég var að vinna eins og með, þá var ég að heyra svona sögur frá gömlu vinnistað, þá ættu að vera reynd þar. Ég sá ekki neitt, það var fyrir mína tíð án ég byrjaði að vinna þarna, en það voru nokkri sem voru að segja mér sögur frá þessu vinnistað á sikonum tímum, þeir voru ekki saman, þetta var ekki eitthvað svona djókum í hafstenni og bara þeir voru að segja mér þessu sögu eins og þessi ákveðni maður sem ég huga, þessi gæi trúir ekki á raskat, en hann sagði bara, þetta var eitthvað skrítið í gangi. Mér finnst það rosalega áhugavert. Já, amma mín, hún heitinn, Svala, hún sagði mér einu svona frábæra sögu. Hún nefnilega trúði á drauga og mér fannst nefnilega svo fyndið, þess vegna tengdi ég svo við The Shining þegar ég var yngri, því ég sjálfur, ég er ekki með krafta til að sjá drauga, en ég hef alltaf verið svona pínu næmur þegar ég fer inn í hús. Ekki súper mikið, en stundum finnst mér bara eitthvað vont. Eitthvað orka. Já, veist eins og það er hús sem ég þarf stundum að fara í vinnunum minni í Eyjum og mér finnst, ég fæ bara, hjartslátturum minn fer örur, ég byrja bara svona, mér finnst þetta að vera ill bygging, fattaru. Amma mín, hún sagði að ég fæði það frá henni, þess vegna tengdi ég alltaf svona við The Shining, að því Dick Halloran sagði að hann fekk þetta frá ömmu sinni og mér fannst ég alltaf svona hafa rosalega gott svona, góð tengingu við ömmu mína, en hún sagði mér þægilegustu draugasögu sem ég hef virt. Hún sagði mér að hún var það var annarkvort að efri eða neðri hæðin í húsinu sinu. Það var miðhæð, það var efri hæð og svo var kjallari. Hún var annarkvort í kjallaranum, ég held hún var í kjallaranum, það er mjög líklara. Og hún sagði, hún var að gera eitthvað í kjallaranum og svo heyrði hún 2 konur bara eiga samræðu uppi. Og hún hélt djöfullinn, skildi í útvarpi eftir í gangi. Og hún heyrði bara 2 konur eða bara vinalega samræð, ekkert eitthvað illt, það voru ekkert að garga okkur, bara 2 vinkonur og hún alveg, þetta er annarkvort útvarpið eða kannski eru vinkonur minnar komnar í heimsókn og bara byrjaði rán minn, eins og þær gerðu. Og hún bara lappar upp, hún leiði að heyrir þetta og þá hættir þetta. Bara... Má henni útskýra hvað er þetta? Það voru íkornar sem hlutum út þeir í stíganum. Ég get sagt ykkur einu sögu og ég er ekkert að segja þetta sé ykkur hardcore draugasaga. Þetta var bara eitthvað sem gerist fyrir mig og sem mér fannst rosalega skrítið. Þetta var á þessum vinnustað og ég þurfti að labba í gegnum, það var hurð og svo opnar þessu hurð og fórst inn, þar voru fataskápar, svo var klósett og geymsla. Fatti, svo herbergi með þessum 2 hurðum. Akkurat. En til þess að komast inn í þetta herbyggi, þá var þetta svolítið stíf hurð. Þetta var gamalt hús, stíf hurð. Og maður þurfti svona að rífa hann upp, svo svona hallaði ég hann alveg, hann var orðið svolítið föst, en ekki læst. Svo fer ég inn á klósett. Og ég bara komin á klósetti, ég loka hurðinni, svo bara horfði ég sjálf mig í spegli, ég bara fara að míga eða eitthvað. Þá er barið rosalega fast á hurðina. Ég er alltaf að hugsa strax bara, þau strákarnir vinna að fokki mér. Ég opna hurðina sko svona. Það er mér svona, bræður, opna hurðina. Já, það er ekki tilfinninguna. Já, en ég var ekki lengi, þetta eru sko 15 ár síðan. Þú tapaðir ekkert tímanum. Einhvern tíma, það er ekkert svo leiðis. Þetta er bara hálf sekúnda og hendur að komin á. Og ég ætla bara, djúvel ætla að ná þessum gæðir sem fokki mér. Ég hugsa aldrei hvað, þetta er draugur. Þannig ég bara opna hurðina, ég sko djöfusis eitthvað, hurðin sem var, þessi miðjuhurð, hún alveg pikk. Hún var ekki opin, það er ekki svo einhverja hlaup, bara í hurðin og hlaupu út. Og ég tek hurðina, opna hana, kíki fram, það var svona stórt verkstæði, sé engan. Svo sé ég að það eru hópar af gauri sem var innan með mér, voru fyrir utan húsið að tala alveg í ágæti fjarlægð. Og ég fer alltaf bara til þér í þessi straka, hvaða djók var þetta? Það kannast enginn við þetta. Þú veist, svona moment finnst mér alveg, mér finnst alveg pínu skrítið. Þú veist, hvað er þetta? Akkurat. Og mér finnst alltaf ég áhugavert að þegar Máni segja hann að trúir ekki að drauga þegar það kom bókstaflegur djöfull á eftir þér
Hvað var það? Það var draumur. Já, Draumar. þetta var hardcore sleep paralysis. Sko, Nei. í langan tíma, þá dreymdi mig, og þetta er alveg nokkra vikur í röð, að það var í bíó 4. hæð og ég sef svona með glugga stóran hérna, vinstra megin. Það er engin stíið með það neitt, sko. Nei, þú kæmist ekki að þessum glugga á neitt nátt. Og mér dreymdi í nokkra vikur í röð að í þessum glugga, þá var ég svona liggjandi í rúminu mínu og ég myndi sjá hérna svona rautt andlit, rosalega reitt, horfandi á mig. Hvað, Insidious djöflun eða? Nei, bara svona, þú veist hvernig, þú getur ekki logically útskýrt hluti sem er í draumum. Já. Þetta var svona eins og hann var með rauða húð, en á sama tíma eins og hann var bara með rautt svona ljós framan í sér. Þannig að það litaði hann bara rauðan. Já. Það er ekki hægt að útskýra þetta því þetta var bara eitthvað svona sósa í draumum. Já. En hérna, í nokkra vikur í röð, þá dreymdi mig þetta, síðan hvarf hann, og síðan kom hann aftur, nema þá var hann komin hægra megin, sem sagt inn í herbyggi með mér. Ég er eiginlega fór svona gæsa. Og síðan byrjaði mig alltaf að dreyma, að ég væri farin á fætur, bara mæti í vinnuna og svona. Ég myndi fara, fá mig kaffi, fara í sturtu eða eitthvað, og síðan væri hann þar. Og þá myndi ég vakna aftur í alvörunni. Og einhvern nokkra vikur þar sem ég fór aðeins lengur inn í daginn minn, og hann var þarna og þá vaknaði ég í alvörunni. Hvað vilt þú meina þetta sé, Óli? Bara draumar? Já, en ég meina hardcore, man. Þetta myndi fokka mér upp, sko. Hann sagði mér þetta alltaf fyrst, sko, áður en hann sagði mér þetta væri draumur. Hún finnst gaman að fokki með henni. Það er ólega, stundum hérna svona rauð andlits djöfull að heimsækja mig í gluggan á kvöldin. Hvað ætti ég að gera? Ég sagði, flutt út maður. Og síðan hérna senda mér einhverjum vikur senna, hei Óli, manstu eftir að djöflunum í glugganum mínum, ég kom, hvernig get ég gleymt maður, ég þarf stundum að gista í þessar íbúð og hann segi, já, hann er komin inn í herbyggi með þunum, og ég bara, haldu kemur til mín næst. En þetta hræði því ekki neitt að þú kostum trúar ekkert á? Nei, þetta er náttúrulega óþægilegt þegar maður vaknar og tekur alveg smá stund svona aðlagast raunveruleikanum aftur. En nei. En þú er ekki hræddur? Nei, ég vill fá þessu upplifun, ég vill vera einhvers staðar keyrandi. Þú vill sjá draug? Já, ég vill vera í húsinu mínu, miðanótt, sofandi, vakna við einhvern hávaða og ég vil reyna að kveikja ljósin en það virkar ekki neitt og ég vil opna hurðuna mína og kveikja ljósin á ganginum og virkar ekkert og ég vil labba inn í stofuna og ég vil sjá einhverja svona illa skuggaveru. Ég vil fá upplifunina, þá skal ég trúa en þangað til, þá get ég það ekki. Þetta er nákvæmlega sama viðhorf, mér finnst þetta svo fyndið að það er svona milliveg, við finnum rétta millivegina því fólk er bara, ég trú ekki að drauga, mér finnst þetta bull og fólk sem segir að það er að ljúga. Mér finnst þetta verstalegend. Já, það er mjög óheilbrigð leið til að segja, eins og með geimverur, eins og með allt svona, þetta er ekki til, þetta er allt lygar. Fólk er að sjá eitthvað, hvort sem það séu draugar eða eitthvað, hvort þetta séu alveg geimveru sem fólk eru að upplifa. Eða heilina plattaði. Já, eitthvað er að gerast og ef þér finnst ekki áhugavert að vita hvað það er, þá ert ekki áhugaverð manneskja. Þá er ég að spyrja hvernig, ég er sammála, þá er ég að spyrja hvernig líka út í eitt. Andaglas. Ok. Hafið þið prófað það? Aldrei. Ok. Ég hef hort á fólk gera það en ég tók ekki þátt. Ok, en ef ég myndis, að því núna er ég með, þú er henni kannski trúast ekki beint, þú ert frekar að trúa á eitthvað svona, eitthvað öfl. Já. Myndið þið fara í andaglas? Já, ég meina hann myndi hreyfa glasi en ég myndi alveg fara með. Trúið ekkert á það? Ég trú einhvern veginn frekar á Ouija-boardið, mér finnst andaglas eitthvað svo spes. Ég veit ekki af hverju, en afi minn segist hafa haft mjög neikvæða reynslur með andaglas þegar hann var krakki og hann bannaði mér og frænda mínum að leika okkur með þetta og hérna Hvað finnst þú það til þess ef að afiðin segir eitthvað svona við þig? Afi minn er stórsklikar. Nei, en eins og ég segi, þetta, ertu að fanga einhver anda, illa eða góða, andaglas, þú færð ekki alltaf slæma anda, stundum færðu bara ömmuðin eða eitthvað. En ég ætla ekki að fara í þessar rúsnesku rúletu, sko. Nei, en eða ertu, 8 ára krakki og þú ert svona pínu hæpaður upp í, þú vilt að þetta sé satt. Ég veit það ekki, þetta myndi þurfa að gerast við mig. En þá ætti ég að spyrja ykkur út í eitt, nú veit ég ekki hvort að þið viljið tala um þetta í podcastinu, en ættið þið ekki saman að gista ykkur svona haunted house dæmi? Það er planið. Já, það er þið tveir, ekki? Mána ætlaði að gera þetta með þér, Óli, ekki? Jú, og við ætlum að fá Inga, Ásbjörn og Doddi. Doddi ætlar að koma með myndavel. Já, þið ætlaði að vera svo margir? Já, við ætlum að dokumenta þetta, maður. Getið þið sagt
hvaða hús þetta eða vil ég ekki tala það? Það er leyndarmál. Getur það svo Sem sem. að alveg segja Hvað er ástæðan fyrir þið völdu þetta? Er þetta eitthvað eitt hús eða? Þetta er Hvítarnes, Ok. reymdasta hús Íslands. Og ég veit það ekki, þetta er bara ég og þetta kom í rauninu bara frá mjög stuttu svari við link sem ég sendi. Ég var að gera research fyrir drasl sem ég er að reyna að skrifa núna. Ég get ekki talað um það í augnablikinu því miður. Ég væri til í það, ég get gert það off-camera. Seinna. En ég byrjaði að skoða svona reymdustu hús á Íslandi, svo sá ég Hvítarnes og byrjaði að flatta það og svo sendi ég Mána link bara reymdustu staðar á Íslandi og fyrsta sem hann svaraði hvenær förum við? Og það var bara... Þú vilt nefnilega sjá eitthvað. Eins og ég segi, ég vill fá þessu upplifun. Þetta er eins og hversu leiðileg manneskja þarft að vera til að hugsa, þetta er ekki til og ég vill ekki vita meira þetta. Ok, farðu heim til þín og lifðu í kassanum þínu. Ok, þannig að þið ætlaði að gera þetta, gista þetta. Já, við ætlum að reyna að ná því í janúar og við náðum heldur ekki núna í mánuðum. Við vonandi náum því núna í mars. Ég er endar pínu upptekinn í mars, vonandi náðu því í april. Ok, planið er alltaf að gera þetta einhvern tíma. Þetta gerist. Og hvað er pointið með þessu? Langar ykkur bara að prófa þetta upp á djóki? Ekki einhvern upp á djókið, okkur langar bara að gista þarna. Maður er búin að heyra sögur af fólki og þetta er svona, líka bara þegar maður var yngri, þá var stundum svona gaman að fara í svona yfirgefin hús og eitthvað og bara, að kannski gerist eitthvað. Þú veist, það gerðist aldrei neitt. Það gerðist hjá mér. Fólki kom heim því það var ekki yfirgefið. Þetta var ekki yfirgefið. Svo alveg fólk ekki draugar. En ég veit það ekki, bara eins og Ingi Þór, hann elskar að vera svona hræddur, hann elskar að hræða sjálfum sig svona með svona creepy pælingum og Ásbjörn, hann er rosalega hrifinn svona, eins og við löbbuðum þegar rafmagnið fór af á vistinni á króknum í 14 klukkutíma. Það var rafmagnslaust í 14 fucking klukkutíma og það var að byrja að vera dimmt klukkan 8, fattar við. Og við löbbuðum bara vistina bara í niðamyrkri og það var alveg eitthvað við það, sko. En hafandi heyrt hluti, og Doddi líka, Doddi elskar svona stöf, sko. Hann lendi í einu viðbjöði í svoleiðis húsi, þetta er einn óþægilegasta saga, ég skal segja það eftir á, en viltu ekki segja hann í podcastunum? Jú, ég skal segja hann bara þegar ég er búin að koma þessu frá. Það var hérna, við eltumst bara við eitthvað svona, bara því okkur finnst þetta spennandi og líka gaman að gera þetta saman. Þetta væri svona, jafnvel ef við upplöfum ekki neitt, þá erum við samt bara svona, við gerðum þetta, við fórum bara allir saman og bara hafa gaman að þessu. Og ef eitthvað gerist, þá höfum við allir sögu. Það er bara, en sagan, þetta er hérna, draugasaga. Þetta er pínu draugasaga, sko, að þetta er massa óþægilegt, sko. Hann var í svona hann var í yfirgefnu húsi, alveg vel fucking yfirgefnu. Einn bara? Já, einn. Eins og þessi, hann gerir svona hluti, sko. Það bjó enginn búin að búa þarna í einhver tíma og... Er þetta bara svona hús í einhverju niður nýslu? Er þetta að tala um það, eða er þetta bara... Það var ekki einu sinni verið að rífa, þetta var bara að búa að vera hann ekki lengi, hann fór bara hann inn. Og hvar segir þetta er? Er þetta svona bóndabæðir? Þetta er farið núna, þetta var hús í Eyjum. Okay. En hérna... Var þetta bara íbúður hús? Já, þetta var bara svona einbýlishús bara. Okay. En hérna hann var að labba og þetta var á 3 hæðum, eða þú veist, það var efra og svo var háaloftið. Og hann eins og the dumbass í hryllingsmynd leiðan, sko, hann er á efri hæðinni og hann heyrði svona komandi frá efri hæðinu og svona, og hann bara svona rottur eða eitthvað, fattar du? Og það sem hann gerir er að hann kíkir hausnum upp á háaloftið og svona skimar það. Eins og í bíómynd? Já, og bara svona, hann fór ekki allur upp af því hann er ekki heimskur, en hann var bara svona, þú veist, hausinu upp, hann er hávaksingaur og hérna, fór niður og svona, ég held að þessi komið tíminn til að fara, af því hann sá ekki neitt, sko, en þetta var svona óþægilegt af því hann sá engan rottu eða engan kött. Hann er komið niður stigana að kjallaranum og hann er byrjaður að labba niður af efri hæðinni til að komast út eftir hörunni og hann heyrir einhvern koma hlaupandi niður. Og hann braust út það fór út á miljón, sko. Hann heyrði bara komandi frá háaloftinu. Eins og var eitthvað að koma eftir honum? Já, bara beint af háaloftinu og hann var bara barast ef þetta var maður þarna, mér finnst það miklu verið en draugur af því, hver er hann að koma hlaupandi að honum maður, það er bara hann er svona ekki verið draugur, sérði hann ekki Já. Ógeðslegt. En ég man bara þegar hann sagði mér þetta, ég bara, hvað er að segja mér þessu sögum, þetta er viðbjóður. Mér langar aðeins að fara með ykkur, án við hættum. Mér langar aðeins að fara með ykkur í
svona nýlegri hryllismyndir, Já. kannski alveg bandarískar, það voru að koma oft kannski einu ári eða eitthvað. Þú nefndir nú eina Autopsy of Jane Doe, síðast varst hérna, It Follows, Babadook, The Witch. Mér fannst It Follows garbage. Ég bara saman það, ég fílaði hana enga veginn. Er þið báðið búin að sjá hana? Ég hef séð eitt atriði og það er stelpan öskra, það er eitthvað að koma og svona það er enginn að koma. Svona stór gaur. Já, mér finnst það cool. Það er svo óþægilegt. Já, það er cool atriði, en mér finnst það eina sem var cool á þessu mynd. Af hverju fílað þú ekki þessu mynd? Hvernig var þetta aftur í Family Guy? It insists upon itself. Mér fannst þú bara svona pínu pretentious. Mér fannst leikstjórin aðalega með kameran, mér fannst það vera að reyna að gera mikið, en það var aðalega mér fannst leikarinnir ógeðslega flatir. Þeir voru allir bara, þetta voru flötustu leikara sem ég séð í hryllingsmynd, sko. Og ég veit ekki, ég mun örugglega lenda í heitum eldi fyrir þetta, en ég er sammála. Mér fannst hún svo leiðileg, en hún er með skemmtilegt koncept, en málið er hún gerði fundamental villu þegar það kemur á svona myndum. Þeir gáfu skepnunni skýrar reglur sem hún fylgdi síðan ekki sjálf. Og það tekur mig og gjörsamlega, og sumt var bara svo silly, eins og þegar það hendu tjald, eða svona laki yfir hún byrjaði að skjóta í laki, ég bara, þetta er orðið teiknumynd, maður. En það vantaði bara Scooby-Doo-hólið, sko, það var bara, hver ætli sé undir tjaldinu, maður. En nei, þú veist, eins og, þetta getur verið hver sem er, og hann er að koma í áttina þér, en það er alltaf þessi hraði, en þú veist, eins og, þú veist aldrei hver þetta er, motherfucker, augljóslega maðurinn sem er haltrandi í áttina þér, en veist, eins og þetta getur verið hver sem er, en það sem þið tölum, þegar þetta er hávaxnegæin og ástæðan af hverju þetta getur verið hver sem er svo að þú, manneskja sem er á eftir, fatti það ekki strax. Af hverju myndir það breyta þér í 2 metra háa skepnu, maður? Ég bara sem visual fannst mér þetta skeri. Þetta er gott visual, en inn í samhenginu þá var þetta bara svona... Óttin ætti vissulega að vera að hún hættur að treysta vinum og fjölskyldu og hún reynir bara einangra sér frá þeim að því að ég veit ekki hver er hvað. Já, mér hefði finnst það að vera geggjað. Því segjum hún er bara inn í eldur svona pappinar kemur allt í hennu bara labbandi svona í áttina henni voða vinarlega en er ekki að segja neitt, hann er kannski bara þreyttur og þá er þetta svona, fucker, nei, ok, fattar þú. En svo var það líka að við sjáum það í byrjun myndarinnar, hvað þetta gerir við þig þegar þetta loksins kemst að þér, þú veist, þá kona með löppina sína bara í hina áttin og beinið út en síðan þegar þetta kemst nálægt henni þegar hún er á ströndinni, það tóður í hárið á henni. Come on! Ég man ekki nógu vel eftir þessar mynd. Ég bara síðan einu svona, ég man þetta viðvillig. Ég man bara mér leittist, mér fannst hún ekki skemmtileg, mér fannst hún ekkert skeri og mér fannst hún líka, það nuddaði mig svolítið öfugt líka, leikstjóri, man ekki hvað hann heitir. David... Attenborough. Hann hendi eina hlut. Ég held hann heiti David Gordon Green. Já, ég også það líka, David Gordon Green. Það nuddaði mig smá öfugt, af því að Tarantino talaði þessum mynd og hann sagði að hún er svona næstu í góð, sagði og hann talaði ég held að vera í byrjumyndarinnar þá er eitthvað karakter, það sem þessi bölvunur er alltaf þennan karakter og það er eins og, af því að hann á að vita hvernig það virkar, hann á að vita hvernig þetta er, ég veit hvort þú mannst þetta er einhver bíóhús eða eitthvað svo sér hann bölvununa, en hann veit samt þá fattar hann ekki hvað þetta er hann er svona svindla því við mögum ekki vita það strax sko, og þetta buggaði Tarantino svo leikstjórinn spurði út í þetta og þá var hann bara eitthvað svona þá pakkaði hann bara í vörn og fór eitthvað svona drull yfir eitthvað, en Tarantino eitthvað svona enn með þessa mynd það nuddaði mig öfugt ég fílaði það bara ekki. Nei. Það er alltaf í lagi að segja, já, ég svindlaði pínu af því að ég hafði ekki tíma eða whatever, ég gæti ekki púsla þessu aðeins betur saman, þannig að það er eitt svindl þarna. Akkur ekki að segja það? Já, en hann datt svona í smá hróka, þú talaði tilgerlegt sko. Já, mér fannst hún reyna að fókusa á að vera eitthvað svona geðveikt, að því allar þessar löngu svona tökur og líka bara heimurinn sem þetta er í bara virkar ekki fyrir mig að því ég veit að þetta átti að vera svona á að gerast í svona tímalösu svæði en þú veist það eru að horfa svartkveita myndir og svo erum við svona skeljasíma og ég bara þetta er þetta því einhverjum fannst þetta cool þetta servar ekki neinu skeljasíma en ef við förum aðeins í til dæmis Witch, hvernig veist ekki hún, sáðu hana? Já, mér finnst hún góð en ég veit ekki hvort ég myndi setja hana sem hryllingsmynd jú, svona, hún er öðru sér hryllingsmynd Óli?
Ég sá hann ekki. Þú sást ekki mynd? Nei, mér langaði að sjá hann, en ég bara hef ekki gefið mig tíman í hann. Ég sit svo lengi á myndum eins og ég sá hann að jakten með Mats Mikkelsen bara í fyrsta þessum daginn. Já, ég er enda líka þannig, oft myndi sem ég sé bara töluð setna. Ég var ekki sagalega fyrir henni, mér varst hún leiðinleg. Jaktin? Nei. Hún er frábær. Nei, The Witch, mér varst það ekki skemmtileg. Babadook. Ég sá hana. Ég sá hann. Þú eða? Þú mátt alveg. Óli byrjar Já, ok. Ég horfði á hana með Helga-binni félaga mínum og mér fannst hún rosalega creepy og ég skil svona hvað hún var að reyna að segja, en sumt þarna var bara alls ekki að virka fyrir mig. Það var bara þessi fucking krakki, maður. Mér finnst krakkinn fít, hann var mjög krakkalegur, mjög pirrandi. Já, ég veit að það var punktu myndarinn að okkur á að líða eins og mömmunni bara, ég veit að þessi krakki er óþólandi en ég þarf að vera með honum allan tíman. My lord, bara... Mér leittist, mér finnst það ekki skemmtileg. Mér fannst hún svo, eins og, það er alltaf eitthvað við svona myndir, þar sem það eru með eitthvað eitt sem alveg nærmann, eins og þegar hún var í alvörun að skoða þarna bókina og skuggina á veggnum og ég var bara svona, þetta er góða stöfið. En hins vegar, segjum að ég sé móðir stráks og ég finn einhverjum ógeðslega creepy bók, ég er ekki bara að lesa þetta fyrir hann þegar hann er bara að sofa, maður. Ég myndi gluggi þetta fyrst. Fyrst. En mér fannst með allar þessar nýju myndir, nýlega hryllismyndir. Mér finnst stundum eins og leiksturinn sé bara svona, jæja, hvernig getur við gert hryllismyndir sem er ógeðslega leiðileg? Ég alveg tala, hvað er fönnið? Já, með Babadook, mér finnst hún ekkert meistaraverk. Hún fekk rosalega góða dóma manni þegar hún kom út. Ég er ekki tilbúin að segja að mér finnst hún leiðileg, að því að mér finnst hún alveg einu skrefi hærri en að vera leiðileg. Mér finnst hún svona eins og The Eye. Þetta er fín mynd. Svona áhugaverð pæling, kannski ekki mikið meira það. Þetta er eiginlega sama premiss og þeir notuðu í, Silent Hill 2 fyrir 20 árum síðan. Já. Þannig að hann kannski ekki alveg upprunalegasta myndin. En með svona nýlega hryllingsmyndir, þú er náttúrulega með myndir eins og Gonjiam sem kom út bara fyrir 5 árum eða eitthvað. Svo ertu líka með uppáhaldshryllingsmyndin okkar, Autopsy of Jane Doe. Hún er góð. Stórkostleg. Hún er helviti góð. Við ræddum hana einmitt í síðastri. Hún er rosa vannmyndin. Fólk sefur á henni. Hvernig fannst ykkur Midsommar og Hereditary? Ég hef séð hvoru. Ég hef séð Hereditary, já, en það eftir að kíka á Midsommar. Mér fannst Hereditary mjög öflug. Mér persónulega fannst hún ekki það skeri. En það er kannski bara því ég einhvern veginn svona fyrir utan atriði í bílnum, þá var ég svona eiginlega svona búin að gera mig grein fyrir hvað var að fara að gerast. Fannst hún fyrirsjáanleg? Ekki fyrirsjáanleg, það er kannski, maður er búin að sjá svo mikið af myndum að hlutir eru hættir að koma hana óvart, það var bara, já, þetta er svona, hvert þetta myndi fara inn. Hún var ekki, hún ógislega vel leikinn, alveg bara, hún Toni Collette, hún var alltaf stórkvæslega í öllu sem hún er í, hún var influencerinn í Knives Out. Já, hún er svo góð. Hún er svo góð. Alveg rétt, ég var búin að gleyma, hún er í henni. Hún er stórkvæslega í þessari mynd. Frábærleikuna. Michael Shannon alltaf stelur öllu í þeirra mynd, en Hereditary fannst mér rosalega góð, en ég persónulega var ekki hræddur við hann, en það er kannski að ég verð bara hræddur við aðra hluti og jafnvel þeir hluti sem virka rétt og ættu í raun að hræða mig stundum bara hitta þeir ekki í mark, eins og ég sé ástæðana af hverju fólk finnst Hereditary skeri á sama hátt og mér finnst Haunting of Hill House vera bara viðbjóður, fattaru. En það er bara smekksatriði og það er bara ákveðinu hluti sem hitta beint í mann, sko. Mér finnst Hereditary ekkert svakalega skeri. Nei. En það sem ég fílaði við hana er að mér finnst það svo mikið svona alvöru horror í henni. En þegar myndin er búin, það er alveg bara svona, þetta er heavy dot, sko. Því hrollvekjan er að koma frá það sem persónar er að upplifa og það sem þeir eru að upplifa ekki bara líkamlega heldur andlega og það er rétta leiðin. Þetta er rosalega góð mynd en hún gerði, við skulum segja það, góð mynd, 8 af 10, hún gerði ekki neitt fyrir mig, fattar þú? Fyrir þið persónar, bara fyrir þinn smekk, þá var hann kannski ekki að kveikja mikið í þér. Nei, en þú veist, ég myndi aldrei kalla hana lélega. Ég mun aldrei skilja þar að fólk horfir á myndir sem er að fá geggja góða dóma eða þú veist eitthvað, þetta eru vel þekktar geðveitt fræga myndir og þeir segja bara, hún er léleg. Ekki, mér fannst hún léleg. Fattar þú? Já, ég sammála. Svona staðhæfingin bara, þetta er algjör strast. Come on, maður, mér líka við þessa mynd. Fattar þú? Ég hef stundum sagt, stundum finnst mér eitthvað leiðinlegt, en kannski ekki lélegt. Þetta er bara, þetta höfðu ekki til mín. Það er það sem Hereditary gerði fyrir mig. Ég horfði á hann alla leið í gegn og ég bara, þetta var vel leikinn, vel sett saman, vel skrifuð bíómynd. Hún bara
náði ekki til mín. En eins og með Jeepers Creepers, sáðu hana? Já. Ég elska hana. Já. Já. Ég sé af hverju, Sem skemmtileg. Jú, býttu, það ekki þegar hann að stela augunum? Já, hann stelur alls konar líffærum. Stelur hann ekki ykkur augun í endanum? Jú. Jú. Ok, það hef ég séð hann fyrir Hanna með miljón árum. Vínilplötunni. Jeepers Creepers. Fannst þér hún hræðileg? Justin Long ekki henni? Jú. Nei, mér finnst hún ekki eitthvað, mér finnst hún ekki hörmung, hún tekkar ekki bóksin fyrir mig. Ég er bara svona, pass. Mér var svo skemmtileg hönnun á gæjan. Já, þetta er geggja cool. Já. En veist eins og ég segi, sumt bara svona, ég tengi ekki. Nei, en veist eins og Ingi Þór hefur rosalega gaman þessari mynd og mér finnst það bara svona geggja að honum finnst þetta skemmtileg mynd og hann hefur gaman að henni. Ég er aldrei að fara að segja ekki, hún er léleg. Þetta er bara svona... Þetta var bara ekkert fyrir því. En hvernig myndið þið þá lýsa, ef þú kannski fyrst Óli, bara þinn smekkur eins og hryllismyndum. Þú veist, hvað er það sem þú fílar? Eins og tala um ticky box? Já, það er alltaf, sko, stundum er það settin, en það er ekkert endalega einhver giant set pieces út allt, en þú veist, hún þarf rétta andrúmsloftið fyrir mig. Það er bara byggja upp gott andrúmsloft. Ég þarf að tengja rosalega vel við persónar eða skilja hvaðan persónar er að koma. Það er sem finnst mér Hill House og magnað að því allar persónar eru með sikkvort sjónarhornið og þú skilur af hverju einhver myndi segja mér finnst hann ekki verið í réttunni og þessi kannski segir þessi hérna er klálega á réttum stað en ég er á sama tíma en ég skil hvaðan Steve er að koma en ef þú tengir meira við Luke, ég gjörsamlega að skilja þetta þetta er svona að hafa rétt tak á sjónarhorn allra persónuna og ég vil miklu meira halda tension en releaseið. Eins og með gæjan í kjallarunum í Gonjiam. Þetta er hrollvekjan fyrir mér að geta teygt þetta svona mikið og vilja bara svona veit ekki alveg hvað er að koma næst. Og svo líka bara virkar myndin sem mynd sjálf. Getur mér fundist myndin vera góð jafnvel ef hún hræðir mig ekki. Af því ef hrollvekjan er ekki að gera neitt fyrir mig og myndin ekki heldur, þá finnst mér þetta hrynja. Eins og Dr. Sleep, mér finnst hún ekki scary, en mér finnst þetta var rosalega góð mynd. Já, ég skilji. Fyrir mér er það bara, hrollvekjan þarf að vera, þetta þarf að virka sem sinn eigin hlutur. Þetta má ekki bara vera, ég er að reyna að hræða þig. En ertu með eitthvað svona preference? Viltu drauga, frekar vampýrur, frekar varúla? Ég vil frekar drauga eða svona yfirnáttúrulegt. Eins og Autopsy of Jane Doe er ekki beint draugamynd. Hún er supernatural meira. Saman með Gonjiam. Já, Gonjiam virkar á sama hátt og Hill House og svona flest svona Mike Flanagan stoff og eitthvað svona. Og líka bara eins og Conjuring og svona. En það er svona draugamynd? Það er draugamynd. Það er djöflamynd. Já, það er líka djöflamynd. Það er svona bland. Já, ég er bara svona að fara í preferences, ég fíla yfirnáttúrulega eða drauga. Ég leitast alltaf í góða draugamynd. Okay. Það var hvað við fengum meðmælun á Gonjiam, það var Helgi, vinnur okkar sem býr í Japan. Sem benti okkur hana? Já, hann var nýbúinn að sjá hana bara, gauður, hóla þessa. Alveg bara, hann vissi strax að ég myndi fíla hana, því hann veit hverju ég leitast eftir. Hvað þú fílar? Já, eins og þarna Aterados og svona. Ég þarf að sjá hana. Hún er góð, sko. En þú, Máni, hvað fílar þú í hryllismyndu? Hvað tekið bóksinu þér? Sko. Bara sama og Óli sagði. Bara alltaf sama. Nákvæmlega sama. Ég ætla bara að hreyfa varirnar og þú setur saman hljóðið aftur yfir. Óli döbbaði eitthvað. Nei, sko, já, í rauninni, en eins og mér finnst alltaf mikið Nærraði bara. Mér finnst alltaf mikið áhugaverðara að fá til dæmis Dracula sem mynd sýkla fælni eins og talaðum á hann eins og ég talaði á hann eða Gonjiam þar sem að við tölum þetta þegar við horfum á þetta það er mjög mikið af vatni í Gonjiam og þú færð þetta líka í Darkwater, þú færð þetta í The Ring, hún kemur úr brunnunum þetta byggir á gömlum japanskum svona þjóðsögum þar sem að þegar vatnið er kjurt þá er það illt, þegar vatnið er hreyfingu þá er það gott og því þegar vatnið er kjurt þá koma náttúrulega blóðsugur og aðrir svona ókísleg lítil skortýr og verpa eggjunu sinum í það í flæðinu myndu eggjunu fljúga í burtu þannig að það er svona
það svona rotnun í kjurra vatninu og þú sér það, þú veist, þegar þú veist af þessu, þá fattaru, svona, hvað heitir hún í Ringu? Sadogo eða eitthvað? Já, Samara. Já, þú skilur... Já, það er ekki Grudge. Jú, sorry, það er The Grudge. Þú skilur... Eitthvað sagði eitthvað. Þú skilur að hún er ekki ill, hún er bara svona rotnun. Og saman með Darkwater, að því hún er búin að liggja í vatninu svo lengi, þetta er rotnun. Saman með Gonjiam, það er rosalega mikil svona mennsk, andleg rotnun í húsinu sjálfu. Mér finnst rosalega áhugavert að sjá hvernig þú getur notað svona stærri hugmyndir en bara að bregða fólki. Mér finnst gaman að láta bregða mér, en... Þú veist eitthvað meira? Já, sástu eitthvað tímann Noroi, The Curse. The Curse. Nei, hvað myndi það? Hún er, sko... Hvað slenskar hún? Hún er japansk. Já. Hún, þetta er mjög svipað Blair Witch, það sem þetta er bara svona heimildamynd. Nema ég myndi segja að þetta sé mun betri mynd. Mér finnst Blair Witch aldrei. Nei, þetta er eins og Blair Witch. Sem góð. Já, ef að gæinn vissi hvað hann var að gera. Ok. Svona fullmótuð hugmynd. Já, okay. Og ég ætla ekki að spoila henni fyrir. Ekki spoila, því ég hef ekki séð hana. En það er einmitt dæmi þarna ertu með koncept mjög vel executað. Ég vil frekar sjá það en eins og ég segi, bara sker í draugu á svo leiðis. Ok, þá ætla ég að spyrja, endum á þessu hérna. Ok. Uppáhalds, bara all time. Uppáhalds hryllismynd, þið megið segja 2-3 ár kannski. Okay. Þið þurfa ekki að velja eina. En bara, þú veist, hvað er svona á toppnum hjá okkur? Kannski, Máni, þú byrjaði bara núna. Örgulega leðilegt svara því að það fer eftir bara í hvernig svona stuði maður er í. Við erum örgulega með eitthvað mjög svipað. Ok, sjáum til. Sko, ég hef gaman af eins og Insidious, það er mjög óþægileg mynd á köflum. Ok. Saman með Gonjiam, mjög óþægileg. Ég horfði nýlega á mynd sem heitir Jigoku, sem er ekki beint hryllingsmynd, svona já og nei. Það er svona bara fólk sem lifir lífi sinu í algjöru brjálæði, síðan deyja þau öll og þau fara að sjá mismunandi helvítin sem þau fara öll í. Þannig að ég verði alveg að segja það bara leðilegt svar, sorry, en það fer eftir degi. Ok, þannig að þú ætlar ekki að svara þessu? Ég get ekki svara þessu. Ok, Óli, þú verður að svara þessu. Ég skal svara fyrir okkur báða. Okay. Ég er að pressa þau, þú verður að svara. Ok, sko, ég held að ég eigi ekki númer 1 upp á hryllingsmynd. En það er endar alltaf svona ein sem poppar upp, þannig að hún endar örugglega sem svona lokasvarið, þannig að ég skal bíða aðeins með hana. The Mist. Nei, en hún er mjög góð. Alltaf uppáhaldsmyndi mín ever er Zodiac. En það er ekki hryllingsmynd. En hún er með hrollvekju kafla, það er kjallarinn. Já, þetta er meira svona thriller. Já, ég var bara svona... Þú varst að koma henni inn í umræðina. Já, ég tróði henni inn. En varandi hryllingsmyndir, það er til dæmis John Carpenter's The Thing. Það er bara, mér finnst hún fullkomin. Finnst hún scary? Hún er uppáhaldshryllingsmyndin minn og þú segir það. Þú veist að ég svarar okkur báða. Ég veist að það er uppáhaldshryllingsmyndin. En ég elska The Thing líka. En mér finnst hún spennandi, mér finnst hún ekki svaklega scary. Finnst hún scary? Já, alltaf, þegar ég sá hana fyrst, það fannst mér bull scary, sko. Ok. En núna, hún er ekki það scary fyrir mann núna, en hún er samt rosalega góð bíómynd. Þetta er bara, hún stendur á eigin fótum, takandi burt að manni þarf ekki að finna hún scary. Eins og fólk segir bara, ég horfði á það Thing og þegar að vera að fara yfir bestu hryllingsmyndir heim, fannst hún ekki að scary, en fannst hún góð? Já, mér finnst hún mjög góð. Þetta er svona... Ég meina, þetta er frábær mynd, mér finnst bara masterpiece. Ok, Thing. The Thing, svo myndi ég segja mér fannst The Descent rosalega góð. Mitt númer 1. Já, oh my god, ég var með sögu hana sem ég ætlaði að segja þér. Hvað er með það? Ok, bara fyrst við erum hérna. Já, þessi. Já, ég er með rosalega upplifun á hvernig ég sá hana fyrst. Ég sá hana fyrst út af klikkun hjá RÚV. Þetta er sönnsaga, það eru margir tengdir þessari sögu. Hvað er með það? Ok, Helgi Björn vinnur mér, hann átti heima á Hortnafirði og við töluðum oft bara í gegnum síman þegar við vorum yngri, af því við vorum ekki með Facebook á tímanum. Og mamma sagði mér að það væri einhver svona ævintýramynd í sjónvarpinu samkvæmt dagskráliður RÚV 4-5 konur sem tínast inn í hellu og þurfa að komast leiðin út og ég er hann með mömmu minni og ég læt Helga Björn vita í símanum og við ætlum að horfa að því þegar hún byrjar þá það er ekkert rautt merki, það er ekkert gult, það er glært bara fyrir alla fjölskylduna maður og þetta er ég, mamma mín, litla systir mín Kolfinna frænka mín og bróður minn og hvernig kemur þessi myndu? 2005. Þetta er þá örugglega 2007. Þannig ég er
Þú veist ekki verið gamall. Nei, ég verið bara, þetta var örugglega rétt eftir að ég sá Dead Silence sem var fyrsta Ridderprins sem ég sá. En þú satt svo ungur settur Ég er samt, já, ungur og bróður minn, hann er náttúrulega bara 4 ára og systir minn er 2 ára yngri en ég. Og við erum bara öll síðan komin atriði þegar hún brýtur á sér löppin og þegar að íta beinin aftur og mamma var alveg, þetta er svolítið skrítið atriði. Ég hef séð gróf atriði, en síðan þegar... En var hann ekki búin að fá líka spjóti í gegnum haus, hann auga? Við höfum bara öll mistað í einhvern veginn, þetta er pínu blurry minning, það er alltaf eitt sem ég man. Og það er þegar þeir setta á sér Night Vision goggleið og skepnan er standandi fyrir aftan hana, að það var ekki manneskja í herbygginu sem kom ekki á Það er líka mjög gott jobbskip. Og þá var mamma bara, herru, þetta er hryllingsmynd út úr stofunni. Já, þú kláraði hann ekki? Á þeim tíma? Jú, ég kláraði hana. En það var að því gluggarnir í húsinu okkar eru svo stórir að ég gat hort bara inn í stofuna frá eldhúsinu og síðan í endurspeglunum. Mér er að klára þessa mynd maður, ég er byrjaður. Þú sérst horfður á Descent í gegnum rúðu. Já. Það er geggja samt. Já, og ég hringdi í vin minn og spurði, hann bara, hvað, við varum báðir bara skelkaðir eftir þetta atriði, sko. En þú veit alveg síðan aftur setna? Já, hún er í miklu uppáhaldi á mér. Og svo myndi ég segja, fyrir mitt eigi personal preference, þá segi ég líka Woman in Black með Daniel Radcliffe. Já, þið finnst það góð? Mér finnst hún ekki það góð, en það er eitthvað við hann sem lætur mig vilja horfa á hana. Þetta er eins og eitt af uppáhaldsmyndurum mínum er Batman and Robin, sem er drasl bíómyndum. Mér finnst svo gaman að horfa á hana, fattar þú? En ég er kannski, Woman in Black kannski svipað þessu Jeepers Creepers sem mér. Já. Skilur, svona bara personal favorite. Bara... Mér finnst hún enga veginn skeri, en ég elska að horfa á hana því hún er svo ógeðslega flott og ég sé potentialið. Bara svona, ég sé að það er möguleiki fyrir hræðilega myndan og mér finnst karakterarnir flottir, eins og þetta eru vel skrifaða persónur alltaf, það var rangur maður fenginn í stólinn. Þetta er svo leikstýra. Já, og svo myndi ég segja Gonjiam, ég gæti ekki með allt meira með henni. En ef ég að velja upp á alls, ef ég mætti bara horfa eina hryllingsmynd restina af lífið mínu. Þú bara eyðið farið með eina hryllingsmynd. Já, þá er það allan daginn Autopsy of Jane Doe. Hún er það með klöppandi. Já, hún stendur svo rosalega á sínum megin fótinn, jafnvel að mann finnst hún ekki skeri að því karakterinn svo rosalega vel setti saman, plottið er svo vel structured að þetta er bara practical effects extravaganza, eins og leikstjórinn Andrei Overedal, hann sagði að það stoltasta móment hans sem leikstjóri var þegar þeir náðu að opna hann almennilega og sína drasti sem er inn í líkamannum hennar, að því þetta er allt í kamerunni, fattar þú? Og Brian Cox er stórkostlegur í henni, Emil Hirsch, það er bara og hún er ekki fyrirsjáanleg og hún fokkar ekki sjálfur sér upp með því að láta líkið setjast allt í hennu upp eða hún bara lætur mann, hún festir mann við hann og þetta er perfect execution á, þú veist, maður sest niður og hugsa, hvað geti gert hryllingsmynd í lokuðu sveið? Líkhús, augljóslega, hvernig gerir maður á frumlega nátt? Þetta er eins frumlegt og maður getur gert og alltaf þegar ég er að reyna að finna mér einhverja hrollviki til að skrifa eða þegar maður langar að skrifa hrollviki þá reynir ég alltaf að hugsa bara svona hvernig get ég tekið gott spinn á þetta og þá er alltaf 2 hlutir sem er dettur í það er Haunting of Hill House sem tekur The Haunted House concept og gerir það á snilldar átt og það er Autopsy of Jane Doe að því þetta er bara svona þetta er svo einfalt koncept en vá hvað þeir fóru vandlega í það og það var einmitt bara Andrei Overedal segir sjálfur bara ég held að þessi mynd hefði verið ómöguleg fyrir mig hefði ég ekki haft bara stórkostlegt handrit með mér því hann sagði að handriti var bara eins og leiðbeiningar, fattar þú? Þetta nánast leikstýrið sér sjálfu fyrir utan visual effektin og performances og mér finnst hún bara að vera meistarverk. Mér finnst líka hún, af því að það er oft eins og þið vitið, hryllingsmyndir dett oft niður í lokin maður bara svona, cool uppbygging hendurinn glataður ekki Jane Doe. Nei. Öll myndin þetta er rosa flott verk og ég mæli með að fólk ekki búin að sjá hana, horfa á hana. Já. Hún er geggjuð. Að því endirinn svíkur mann ekki. Nei, nákvæmlega. Ég var sáttur með allt. Að því hún setur upp svona ósýnilega reglur. Hún einhvern veginn svona, það er ekki verið að segja manni þetta er hægt, þetta er hægt, þetta er hægt og þetta er ekki hægt. Það er bara maður þarf sem áhorfandi sjálfur að vita og hún bara svona, hún heldur ekki hendin á þér en á sama tíma þá, hún treystir áhorfandunum nógu mikið og mér fannst hún ennþá betri þegar ég horfa á henni í seinna skiptið, að því þá byrjaði maður að sjá hluti sem hefði átt að vera svo augljósir fyrir mann allan tíman, eins og þarna útvarpið.
Máni brosti bara. Ég vil ekki spoila. Nei, þetta er það nálaðast þess að ég kemur spoilerinn. Þetta er bara, þú veist, á seinni áhrifunum þá kemur þetta og slær mann í framann. Þetta er frábær mynd. Stórkostleg. Herru, ekki bara slúttustrákar? Jú, herru, ég er með eitt hérna, ég gaf þér handritið, en ég var með svolítið skemmtilegt handrið líka. Ég er bara gafir hérna út í eitt. Já, hvað er vassinn? Hvað er ég að fara að fá núna? Þetta er svolítið skemmtilegt, því ég veit að þú heldur mikið upp á, þú ert kannski í stærsti aðdóðan leiksjónarins, en ég veit að þú elskar þessa bíómynd. Og það er alltaf gaman að eiga prop. Já. Hey, Inception! Yes. Þetta er ekki kringlan sem þú gafst með mann. Nei, ég sé. En þú veist, þetta er ekki, þetta er mert Inception. Já, maður. Hann Óli er að gefa mér hérna, heitir ekki bara skopparakringla eða eitthvað? Skopparakringla. Þetta er geggjað. Rosalega þægil og það er alltaf gaman að snúinni þegar maður hefur, þegar maður hefur lítið að gera í húsinu. Þú er að reyna, já, ég snýr ekki sér öfugt. Já, ég er ekki góð í þessu. Hérna, ég nota alltaf þessa tvo einhvern veginn. Það er, nei. Já, flott. Það er svona, sko. Og þetta hérna er gjöf frá mittið þinn. Takk maður. Minnstamál. Fekk tvær geggjaða gjafir. Yes. Hvað ætlar að gefa honum þegar hann kemur næst? Það er svo mikið pressa núna. Nei, sko, svona kaupi ég mér inn í næsta þátt. En við erum hvað sem er basic búin að plana næsta þátt, þannig að þú þarft allan ekki að kaupa inn í næsta þátt. Það er Rocky. Við ætlum að taka Rocky með þú næst. Af því ég get talað þær myndir for days. Já, það er svolítið gaman að tala þær, af því að við erum búin að tala mikið kannski hrylling. Við erum farið út í allt þessu myndir næst. Og þegar ég sagði félag minnum, hann hlustaði á þáttinn okkar. Já. Og hann var mjög skemmtilegur. Og ég sagði, já, Óli erum að reyna að plana hann hvort hryllismyndu þátt eða Rocky þátt. Við erum ekki alveg búin að ákveða hvað við gerum fyrst. Og hann bara, Rocky allan daginn, ég hlakka til að hlusta á hann. Þannig við gerum það næst. Já, það sem ég get talað á Rocky myndunar og það sem ég get bent á hvað er verið að kjánalega stundum, en það eru samt með svo mikið hjarta. En þá ætlum ég að horfa á allar, ég er búin að sjá hann nokkur sem, ég ætlum að horfa á allar aftur og við tökum síðan þátt næst og kemur í bæinn. Ég mun líka marathóna þér áður, bara 2 dögum áður eða eitthvað, ég ætla að hafa þetta allt ferst. Ætlum að fara líka í Creed þá? Já, það er með. Já, tökum leika síð. Já, gerum það. Takk hjá allar að komast okkar. Það var mjög skemmtilegt. Takk fyrir að fá okkur maður. Takk fyrir.